ég var óþolandi þegar ég var búin að breyta matara því ég fekk nýtt líf, skilurðu, og en þann dag í dag, ég er að vera 60, Snorri, ég mætt fyrst á morgnana, ég mestu orkuna, kettlingi bara stendur, skilurðu, í alvörunni, og þá meðan, margir og eitthvað bara, þetta er erfitt, og eitthvað, ég bara, nei, þetta er ekki erfitt. Solla á Gló. Stjörnukokkurinn sem prýðir matvörur í búðarhillum landsins, gefur út vinsælustu matarbækur landsins og rekur vinsælustu veitingastæði landsins. Solla hefur svo sannarlega sögu að segja. Við förum yfir hvernig jóga, hugleiðsla og bætt mataræði var úrslitakostur hjá henni þegar hún var að glíma við slæmt ofnæmi sem leiði síðan að atvinnu hennar í dag. Við ræðum tattúin hennar. Og svo veistu hvað, Snorri? Svo vakna ég á morgnana og svo er ég þarna á, alveg bara með stýrurnar í augunum. Fyrsta sem ég geri, og þetta satt, fer fyrir frá speilin og ég horfa á flúrið og ég er bara, hvað er gott. Hvernig hún fann sína ástríðu í lífinu og vegferð hennar í viðskiptum. Hún var að koma frá Árstvöl í Danmörku þar sem hún opnaði 2 nýja glóstaði. Hún heldur fyrirlestra allan heim, tekur á móti stórstjörnum á borðið Ben Stiller, Neil Young, Gwyneth Paltrow og Beckham hjónunum þegar þeim vantar eitthvað til að elda almennilegan mat fyrir sig hér á landi. Og svo er hún mætt á vaktina á Gló klukkan 6 á morgnana, skrælandi og saxandi grænmeti. Fáránlega fersk og svo virðist með endalausa orku eins og þið heyri fljótt í þessu viðtali. Solla er svo ótrúlega jákvæð, útgeislandi og glöð að ég er smá eftir mig eftir þetta viðtal. Ég held að sé ekki neitt í stöðunni en að leyfa ykkur að njóta þess sjálf. Sólveig Eiríksdóttir, gjörið þið svo vel. Herðu, Solla á Gló, vertu hjartanlega velkomin. Takk. En kalla maður þig Solla á Gló? Ég er bara Solla. Já, Solla. Já. Mér finnst einhvern veginn eins og þú hefði náð svona kórónunafni Solla á Gló. Já, ég var alltaf Solla á grænum kosti. Já. Og svo Solla græna. Nú. Og svo núna Solla Gló. En Þú vilt bara vera Solla? Solla, já. Það var það. Já. En vörumerk, Himnestlínan. Himnestlínan. Já. En hún er samt með þínu nafni á þau líka, ekki? Jú, það er lína sem að ég er að vinna í samvinnu með aðföngum. Aðföng er fyrirtæki sem flytur inn allar vöru fyrir Hagkaup og Bónus. Já, þannig það er henni alveg aðskilið hinu, Gló og öllu þessu. Já, algjörlega. Já, ok. Þetta er bara svona gæluverkefni til að því hugsjónin er að mér finnst svo gott að allir geti keypt lífrænt og þess vegna erum við með þessa línu, við flytjum hana beint inn frá framleiðandanum og fer beint í búðina svo gott sem millilega laust. Já, meinar. Já. Hvað þýðir að þetta sé alveg lífrænt? Hvað þýðir þetta lífrænt? Lífrænt. Já. Þá þarf varan að vera framleidd og ræktuð undir ákveðnum kringustæðum. Það má ekki hafa verið búin að setja eiturefni í jarðveginn, það má ekki vera, þú mátt ekki rækta sömu vöruna eða sama grænmeti ár eftir ár af því að gulrætur sjúga annað úr jarðveginum heldur en brokkoli. Þú þarft að skipta, þetta er rosalega strangar reglur. Það þarf að vera líka svona ákveðnar aðstæður fyrir fólkið sem er að vinna við þetta. Þannig að þetta er í raun og veru besta fyrir manneskjuna og jörðina og umhverfið. Ok, áhvert. Og þín himnestlínan er lífræn? Já. Já, hún leggur mikið upp úr því. Já. Herru, þú komst með veitingar? Já. Hvað er ég að drekka hérna? Ég er með kaldpressaðan grænan safa. Já. Hvað þýðir að vera kaldpressað? Það þýðir að hráefnið er kalt, það er ekki búið að hitað upp, þannig að öll næringin sem er í gúrkonum og sellerinu og engifernum og því sem er í safanum, það er kalt, þannig að þú nærð allri næringunni út úr honum. Já, er það ekki eitthvað svona, mér fannst þess að það kom svolítið inn á líka, ég tenkti svona blandara og smoothie og eitthvað svona, að þú væri ekki að fá alla næringuna úr matvælunum sem var að láta í það. Er það eitthvað bull eða er það eitthvað til í þessu? Þegar þú ert að pressa djús að þá ert að fá, þá færðu djúsin, vökvan, skilur og drekkur og þetta er svo orkugefandi og hreinsandi og mjög gott.
þegar aftur á móti úr þetta smoothies inn í blandaran, að það einu sem það er bara að passa að setja ekki, kveiki ekki á og fara svo að stússa, skilurðu, þannig að, og svo kemur tilbaka og þá er þetta búið að vera í blandaranum ótrúlega lengi, ef þú ert bara með þetta svona eins stutt og hægt þá ertu bara í góðum málum. Þá erum við í góðum málum. Já. En þetta er svona, þú ert hráfæðiskokkur, eða ekki? Jú. Meðal annars nefnilega, eins og varum að ræða þú ert með himneskt matarlínuna, þú ert sko búin að gefa út bækur, þú ert að halda fyrirlestra, þú ert að reka veitingastæði og svo ertu hráfæðiskokkur. Hvað þýðir að vera hráfæðiskokkur? Hvað þýðir hráfæði? Sko er það, fellur það undir veganhattinn? Oftast gerir það. Okay. Hráfæði þýðir, þetta er sama eins og með djúsin, sko þú getur keypt hérna djúsa, þú veist, sem er búið að pressa og hita upp hráefni þannig að þú færð ekki eins góða næring út úr því, það er búið að kannski gerilsneiða, skilur þú veist, þannig að það er búið aðeins að fikta í djúsnum, þetta er eins og kemur frá kunni. Nú, þegar þú ert að með hráfæði að til dæmis að þá hitar ekki matinn upp fyrir ákveði hitastig og þannig áður en veganismin sprakk út í öllu sínu veldi að þá var sko svo lína eða svo matarstefna sem að var hjá heilsu nördunum hvað áhuga verðust og flestir flykktust það var hráfæði því að það voru allir að reyna að fá sem mesta næringu út úr því sem þeir voru að borða. Já, áhugavert, þannig að það er unni hráfæði snýst bara að elda ekki matinn eða fara upp fyrir eitthvað hitastig. Já, og það er svona, þetta er svona talað í kringum 42-47 gráður, eitthvað svoleiðis, skilurðu. En getur verið að borða hráfæði og kjöt? Sko, fólk getur allt. Fólk getur allt, það má allt. Það má allt. En hvaða mataræði aðlist þú? Hvert er þitt mataræði? Ég er búin að vera grænmetisæta, svo gott sem vegan í 38 ár. Já, ok. Þú byrjaði fyrir löngu? Já. Hvernig var þetta þegar þú varst að byrja? Af hverju byrjaðu sem grænmetisæta? Sko, ég er fædd með ótrúlega mikið ofnæmi og það vantar í mig einhver ensím til að brjóta niður prótein. Þannig að ég var með einstaklega mikið fiskiofnæmi fyrir mjólkurvörum og eggjum og þar að leiðandi þá sjaldan að mamma var að elda kjöt af því að svo eru foreldrar mínir aftur á móti eru svo gott sem grænmetisæti líka búin að vera eiginlega alla sína tíð að þá sko varð mér ekki gott af kjöti þennan eina dag í viku sem að það var kannski heima hjá mér, skilurðu. Þannig að svona smám saman þá þróaðist þetta einhvern veginn að ég bara alin upp á kjötlausu fæði og fiskilausu eða dýra afurðalausu fæði. Síðan flytti ég ótrúlega ung til Kaupmannahafnar, 17 ára nýtrúlóð flytti til Kaupmannahafnar. Já. Og þá verð ófrísk frekar fljótt og þá sko það sem að gerist að þar ég komin í ótrúlega allt annað gróður umhverfi að því að það var svo mikið trjám og þá kemur í ljós að ég með svona svakalega mikið gróður annað mig líka. Já, ok. Og ég þú veist, til að gera langa sögu stutta þá ætlaði ég að fara bara til læknisins og fá ykkur sprautur og hann segi við mig að ég að hætta með dóttur mína sem að þá var bara nokkra mánaða, að hætta með henn á brjósti en sko ég var fram að þessum tíma ekki mikill kokkur eða ég forðaðist eiginlega eldhús og ég held að hafa verið aðalega vegna þess að þegar þú ert með svona mikið ofnæmi að þá bara einhvern veginn fær maður svolítið skrítið samband við mat, þá bara einhvern veginn, ég hafði ekki mikinn áhuga á mat, af því að bara, ok, eru rækjur í þessu, nei, sorry, eða, skinka, nei, því miður, ostur, nei, því miður, skilurðu, og á þessum tíma, við áttum okkur á því að þá var náttúrulega bara á Íslandi var borðaði fiskur
5 daga vikuna, grjónagrautur á laugardögum og svo hryggur á sunnudögum eða eitthvað álíka, fattaru. Þannig að ég gat aldrei borðað neitt og svo þegar ég flytti Kaupmannahafnar að þá einhvern veginn var úrvali meira því þetta voru svona eftir hippa árin, skiluru, og þegar ég fer til læknisins og ætla bara að fá sprautur, að því að ég kom stundum ekki út úr húsi út af þessu gróður á mig. Og þá segir hann ég þurfa að hætta með barnið mitt á brjósti og dóttur minna og ég bara ekki að ræða það því að ég treysti mér ekki að hitta pela. Ég var alveg þar, áttum okkur á því. Ég þarna 19 ára gömul og treysti mér ekki til að hitta pela. Af því að maðurinn minn eldaði, þáverandi maðurinn minn. Ok, þú varst ekkert byrjuð eitthvað 5-6 ára hræri grautnum og... Nei. Það var ekkert svoleiðis, ég skar kannski niður gulrætur eða eitthvað, fattaru? Já. Þú veist, eitthvað sem mamma hafi ræktað og en... Og gerði það vel? Já. Nema hvað, að þarna, og það var svo fríka, á leiðinni heim frá lækninu, ég ótrúlega spælt, ég segi, ég þarf að koma bara til þín seinna, þeir búi með hann á brjósti. Og þá labba ég fram hjá svona lítilli heilsubúð og hún einhvern veginn, af því að amma mín hafði verið að læra í Kaupmannahöfn í fyrra stríðinu, að læra hjúkrun og hún lærði og þá lærður að búa til bakstra og sjóða seiði og þú sker alls konar svona skrýtna hluti og þannig að ég var alin uppið að ef maður eitthvað svona, var eitthvað kvefaður, þú veist, þá var sett eitthvað svona skrýtið í glas, fattaru, eitthvað seiði og þannig að ég hugsa með mér þegar ég labba fram í þessari heilsubúð, það skildi ekki vera til eitthvað seiði. En góð blanda. Já, þannig að ég labba þarna niður og það bara auglýsing upp á vegg að það eitthvað gaur sem að segja við mann að hann lofi að maður fái nýja heilsu ef að maður breytir mataræði. Og þá bara, ég fór í eitthvað svona greiningu hjá honum og svo flippa að því hann fyrir að lesa í lithimnun á mér og svona eitthvað að kíkja á neglurnar á mér og eitthvað að gera svona kínesalógi, eitthvað svona ótrúlega skrítið, skiluru. Og þó svo ég hef alið upp við jurtaseiði að þá fannst mér þetta mjög fríka. Þannig að ég var svona alltaf, ég var mjög meðvirk, var náttúrulega ung og meðvirk og ég hugsa bara, hvernig segir maður á góðri dönsku? Ég ætla að fara. En þá allt í einu, þá heyri ég að hann bara svona að lýsa mig. Hann bara las mig og það vakti svona athygli mín og ég gaf hann svona smá séns. Og það enda með því að hann sagði, þú veist, að þú þarft að hætta að borða þetta, mátt ekki borða þetta, þú ert að borða þetta og gerir alveg ótrúlega strangt mataplan fyrir mig. Það sem allt einu komum fyllt af baunum og tofu og þú veist, alls konar skrítið fyllt af þara og þangi og einhverju svona skrítnu korni og fyllt af grænmeti. Sem þú varst ekkert vön að borða þessum tíma? Nei. Okay. Ég var bara, þú veist, ég borðaði rosa mikið brauð og var alltaf með eitthvað svona, þú veist, var að borða rosa mikið að grænmeti og ávöxtum og mikið að brauð og korni og eitthvað svona var kannski ekki að fá alla þá næringu sem ég þurfti á að halda. Og einstakar sinni stalst til að borða eitthvað sem ég vissi ég þoldi ekki, þá var því bara veik. Já. Og nema hvað, að ég segi við manni bara, vá, æði, takk kærlega fyrir þetta, en nú þarf ég að fara af því ég kann ekkert að elda. Og þá segir hann við mig, þú ert rosalega heppin að því að ég og kona mín erum að fara að vera með matrislu námskeið á morgun og hann bara skráði mig og ég kom og þau bara ættlitu mig og í 2 ár var ég bara meirið að minna hjá þeim að læra að elda og þetta þú veist, þessi hugmyndafræða baku það sem ég var að læra heitir Macrobiotic sem að var þá ótrúlega heitt og þá var maður að borða eftir því hvar maður bjó, skilur allt átt að vera helst ræktað á staðnum og þú veist, Macrobiotic þýðir stórt líf og þetta var eitthvað bara svona eftir hippa árin í Kaupmannahöfn og allir á það sem kallaði mikro og makro, yin og yang merki var einhvern veginn allir með það tattuverað á sig og þannig að það sem skipti máli var að ég breytti mataræði, ég lærði að elda og allt í einu fatt að ég bara ógeðslega góð í því að ég alltaf verið góð í handavinnu svo, þú veist, ég meina skera gulrætur eða eitthvað, þú veist brótira, ég meina þetta er bara mjög svipað þannig að allt í einu að það bara var ég þessi, þú veist, sem að þorði ekki að sjóða vatn
þá var ég allt í einu farin að elda eitthvað svona exotíska grænmetisrétti og vinkonu mínar í blokkinni, ég bjó á stúdentagörðum og það er alveg bara ertu vissum að þú hafi gert þetta að því ég var alveg bara ég var algjör lúði þegar það kom að matrislu, skilur svo allt í einu var ég farin að brillera gera alls konar þú veist, skrýtna hluti en það sem aðalmáli er að ég fekk heilsuna tilbaka, þú veist, ég hætti að ég var með svo mikið ofnæmi fyrir dýrum og ég var með svo mikið gróðurofnæmi og þú veist, ég var svona ótrúlega mikið ofnæmi ég átti kött í mörg ár, fann ekki fyrir honum ég bara, allt í einu hætti í kjölfarið sem sagt já, allt í einu hætti að finna fyrir þessu gróður ég bara fekk einhvern veginn nýtt líf og ég held að sé alltaf að ég lendi ykkur svona sterkri reynslu og þetta var svona alvöru svart og hvítt, skilur þetta var ekki þannig að ég var svona stundum pínu eitthvað, nei þetta var bara svona alvöru og ég bara tók þetta svona og bara út með allan sykur, út með þú veist, það var svona alls konar sem að ég fór á og mér leið náttúrulega rosalega vel, var rosalega orkumikil og þetta hentaði mér mjög vel að því að ég hef alltaf svona aldrei þurft mikið svefn og þetta svona bara var fullkomið fyrir mig að því ég var alltaf svona stútfulla orku, fattaru og bara svona, ok, ekkert mál og var bara, skilur þú veist og ég hef ekki einhvern veginn þorað að fara tilbaka að prófa mig áfram ég gætur þolað alls konar í dag en þú veist, akkur að vera eitthvað hrópla við því sem er að virka fyrir mann Nákvæmlega, var hann þá að þetta var miklu flóknar heldur en að bara taka út kjöt eða eitthvað svoleiðis, hann var að láta þið hafa bara mjög skilgreindan matseðil þú veist, það var náttúrulega allt og dýraríkinu var úti, skiluru allur sykur, allar unnar matvörur, allt hveiti, þannig að allt í einu var ég farin að búa til tófúi mitt sjálf, skiluru, þú veist, búa til mína eigin sojamjólk, mína eigin möndlumjólk, þú veist, og áttum okkur á að þarna erum við að tala árið 1980 Já, pældi því fyrir einhverjum ógeðslega löngu síðan fattaru, þá var ég bara með svona litla tófúversmið í kjallaranum og þú veist að gera eitthvað svona hrikalega skríti, já og hann sagði mér að fara í jóga, þannig að ég fór í jóga og hann sagði að þú verður að hugleiða líka, þú veist hann hefur náttúrulega lesið mig snar ofvirk með, þú veist, alla bresti sem að heimurinn býður upp á fyrir utan ofnæmi, þannig að hann svona leiðbindi mér þarna inn á rosalega fallega leiðir, þannig og þar að leiðenda, því maður var svo langt á undan, skiluru, þá varð maður einhvern veginn skrítin og það held ég að bara varð mig til haps af því að það sem að gerist, þú ert öðruvís og skrítin, að það byrja að myndast eitthvað svona brynja, skiluru, í kringu þig og þú veist, og svo bara, þú heyrir ekki þegar fólk er eitthvað að erfinjóli þú veist, það er allir þessi dýrlegu brandarar, skilur maður bara, maður heyrir það ekki og þegar fólk er einhvern veginn svona eitthvað, oi, er þið með hór í bollan eða bara whatever, skilur þú veist, að bara, maður heyrir það ekki og bara einhvern veginn, það af því að svona Brynjan hún líka svona húðar eyrun Ég held að það sé svo rétt sko, og það er þú þarna sérð svo ótrúlega mikinn mun á þér við það að breyta mataræðinu og ég held að séu svo ótrúlega margir sem að gera, og þetta hefur náttúrulega verið mikil vinna að gera svona drastíska breytingu eins og þú þurfti bara að læra að elda og ert með barn og þú veist, þarf bara svona tilengaðar ákveði nýjar venjur út af þessu en fyrir vikið sérðu svo mikil mun á þér en ég held að svo margir sem er ekki með svona sterk ofnæmi eins og þú varst með eða ert með, þeir fá ekki alveg nógu góða ástæðu til þess að fara út í svona drastískar breytingar, fattar það hvað er að fara? Nákvæmlega. Þannig þeir kannski lifa með svona smá kvilla hér og þar, þú veist, eitthvað svona slen og þreita, bara eitthvað svona sem er sætta sig við og hlæja síðan að öðrum sem eru búin að vera að breyta til í matræðinu hjá sér til eins betra, sko. Já, og líka vegna þess að svo einhvern veginn verður þetta þannig að þú heldur að þú eigir alltaf að vera pínu þreyttur þarna og þú heldur alltaf að þú eigir að vera, þú heldur alls konar, skilurðu. Og
og ég segi alltaf, þetta var örugglega svona mín stærsta blessun af því að ég varð að gera eitthvað í þessu af því að mér leið svo illa skilur og ég var einhvern veginn óvirk í lífinu mínu af því að ef það var hátt á vorin, ef það var svona há tíðni af pollenum í loftinu, þá komst ég bara ekki út. Pældi því. Skilurðu. Og ég hafði ekki lyf, þú veist að því ég hafði ekki hugmyndafræði í það að fara og þangað til allt í henni segir eitthvað mig. Svo lákur ferði ekki til lækni. Skilurðu, þú veist, ég alveg fallega ljósærð og bláeig. Summi bara kveiki ekki á alveg strax, skilurðu, en ég ekki vitlaus, það ekki það sama. Það ekki það sama? Það ekki það sama. En það svona, eins og þarna lest þú augljóslega matinn vera lífin þín. Já. Hver var það sem á let food be thy medicine? Hippokrates. Hippokrates? Já. Það verður komin svo langt eftir í tíma. Já. En það er svo magnað að þú hefur náða að breyta þessu bara með mataræði. Ertu búin að kynna þér þetta eitthvað eftir á? Hvað var málið eða hvað það sem, ertu búin að fara eitthvað test eða eitthvað svoleiðis? Nei. Þú eru bara sátt? Já, þú veist þetta bara lagaðist, skiluru, og ég var bara ótrúlega, af því að ég held líka að það stundum, þá það bara svolítið framkvæmdin sem að það, náttúrulega, ef að mér hefur sagt að borða orma og eitthvað svona skrítið, skilur, ég veit ekki alveg hvort ég hefði farið þangað, en þetta var eitthvað, sko það sem ég held, þetta meikaði fyrir mig alveg sens, vegna þess að, sko, amma mín, nú skal ég segja, þetta er svo falleg hvernig lífi verður, amma mín flytur 1915 til Kaupmannahafnar, Sólveig, hét hún, og til að læra að verða hjúkrunarkona. Hún býr hjá frendfólki sínu sem voru 7. dags aðventistar og voru grænmetisætur og voru á stórum parti á hráfæði. Áttið á því að því það var hráfæði hreyfing í Evrópu á þessum tíma út frá svissnesku læknir sem hét Dr. Brickner sem eitthvað musli kennt við en hann allavega hann sem sagt og hún flytur síðan aftur til Íslands til Vestmannaeyja og þar sem að hún að ala upp pappa minn og hún býr til lítinn, þau búa rétt fyrir utan bæinn og þar hún með grænmetisgarð, hún var með hænur því hún vildi að þau fengju egg og hún var með kú þannig að hún mjólkaði beint og kunni vildi ekki hafa gerilsneitt, skiluru þannig að pappi alinn upp á ótrúlega góðu mataræði sérstaklega miðað við á hvaða árum hann að alast upp á mamma síðan aftur á móti, hún 12 ára og þá erum við að tala að þá árið 1947, þá bara segir hún eitthvað við þetta við foreldra sína. Sko, ég ætla að gera grænmetisæta og ég veit ekki af hverju, þú veist, það var bara eitthvað sem að hún fluga sem hún fekk í fallega kollin sinn og þau voru með lítinn garðskika rétt fyrir utan bæinn afi minn og amma og þau bara létu hana fá smá skika og þar byrjaði hún að rækta og enn þann dag í dag, orðin 84 ára að rækta sitt eigi grænmetiðar. Þannig að hún þurfti að rækta hluta til onísi og síðan var afi minn, hann var heildsali og hann flutti alltaf inn kassa af hinn og kassa af þessu fyrir hana. Þannig að þegar ég að breyta mataræði, ef að ég hefði verið komið að fólki sem hafi verið að borða saltkjöt og bjúgu í hvert mál, þá held ég að þetta hefði kannski orðið öðruvísi. Já. En þú sér umhverfið bakgrunnur minn, hann einhvern veginn svo tilbúin fyrir, þú veist, hann einhvern veginn þannig að fyrir mér þetta bara einhvern veginn svona eðlilegt. Og ertu þarna bara að byrja þá að elda hráfæði? Nei, þarna er ég orðin vegan. Ok. Og bara elda bara sjóða baunir og gera súrkál og búa til tofu og þú veist og allt þetta skilur á milli þess sem ég að standa á haus og skóla með þarmana og eitthvað, þú veist, þetta var bara svona varð lífstíl, skiluru. Ok. Jóga og mataræði, þetta bara og hugleysla, þetta bara átti svona mig alla, skiluru. Og hvað gerði þetta fyrir þig? Þú varst að tala að vera með alla brestina og ofvirknina og svona. Það bara varði eðlileg. Var það? Þú náður að lækna þetta sjálf? Já. Með hugleiðslu og jóga? Hugleiðslu, jóga, mataræði, skilur. Þú veist, þetta bara hjálpaði mér alveg rosalega mikið.
ég náttúrulega verði aldrei venjuleg skilur, þú veist, og við gerum okkur grein fyrir því já. En þetta náði að ég varð alveg vel fungerandi skilur ég hefði örugglega verið sett á okkur ótrúlega spennandi lyf þarna ef að þau hefðu bara verið komin. Þetta örugglega mikið meira þá að þá örugglega bara sko þá þetta örugglega svona tími þar sem að þú veist, það svo margt sem að ekki sem í dag sem að í dag hefur svo mikið áhrif, það svo margt sem það svo ótrúlega mikið áreiti. Þarna var ekki svona mikið áreiti skilurðu. Þú veist, það voru ekki allar þessar tölvur og það var ekki eins og ég minna, þú segir að ég 8 ára þegar sjónvarpið kemur. Þú veist, þetta bara áttum okkur á því. Og það var bara á 50. Já. Og hvernig líst þessi hugleiðsla sér? Hugleiðir ennþá í dag? Já. Þetta bara partur af þér? Já. Og hvað ertu svona, hvað gerir þetta fyrir þig? Hvernig ertu án hugleiðslu og hvernig ertu með? Þú veist, þetta bara upp á einbeitingu? Já, bara og bara velíðar. Þetta bara svolítið þannig að því að, sko, ef að þú segir maður að sko, þetta bara, maður bara að næra andan einhvern veginn og þetta verður bara partur af manni, skilurðu. Eins og sumir fara alltaf út að hlaupa, aðrir fara alltaf að gera þetta og hitt, þú veist, ég bara, þú veist, geri alltaf stutta hugleiðslu, stutta eða langa mismunandi, stundu geri ég einhverja slökun, svo stundu stendi bara á haus, skilur að því ég hef ekki tíma í annað og stundu líða nokkru dagar á þessu í hugleiði, en þú veist, þetta bara einhvern veginn, þetta urði bara venjurna mínar. Allt þökk þessum gæja sem að þú rekst á í heilsubúðin. Nákvæmlega, af því að ég kunni ekki að sjóða vatn. Og hvað endar á því að hvernig leiðist út í að verða þessi hvernig vegferðin á því að vera valinn besti ráfæðiskokkur heims? Hvar byrjar að starfa við þetta? Var það alveg ljóst strax að þú ætlaði bara að vera kokkur? Nei. Nú? Nei. Ég ætlaði að verða fatahönnuð, áttum okkur á því, ég ætlaði að vera fatahönnuður og búa til minn eigin efni. Ég bý sem sagt í Kaupmannahöfn, ég flytt þangað út 1978 og var þar í rúm 6 ár og fer og læri að sauma og ég læri að vefa og ég læri að þrykkja búa til mín eigin efni, bæði með því að vefa þau og þrykkja þau og svo sauma úr þeim, skiluru. Læri mikið lista svo ég alltaf bara eitthvað svona að vera rosalega rík sköpunarþrá í mér. Síðan gerist það að, sko, þetta einhvern veginn, svo ég alltaf upp í Kettlingafjöllum á sumrin. Pabbi var einn af þeim sem að stofnuðu Kettlingafjöll og þannig að ég svona eitthvað aðeins að vinna þar í eldhúsinu, skiluru. Og fer svona, og bróðir minn sem að kokkur, að hann var stundum að fara að veiða eða eitthvað, þá segja, Sola, þú bara gerir þetta, þú veist, ég einhvern veginn bara, ok, og var alltaf að búið til hummus og eitthvað svona til hliðar, en svo bara lætur að mig gera, og ég gleymi því aldrei, einhvern tímann fer hann að veiða, og hann segir við mig, þú bara sérð þetta. Það fiskur þarna og ég, sko, náttúrulega ánæmi sjúklingurinn, og máli var að hann hafði gleymt að taka hann út, þannig að fiskurinn var frosinn, það voru 150 manns, skiluru, og ég átti að gera fiskibollur og ég aldrei í lífinu gert það. Góðu fréttirnar eru þær aftur á móti. Það voru þetta kartöflur. Já, en ef þú veist ekki eitthvað erfitt, að þá nefnilega, hausinn á manni svo frábær. Það var enginn í hausnum á mig sem að, þú veist, það voru engar raddir sem segði bara, hvað þetta erfið, þetta getur þú aldrei. Heldur bara, já, ok, ég hann frosinn, hvernig skildi ég að taka skinnið af, ég veist ekki eins og þetta heitir roð, eða þú veist að láið. Svo bara allt í einu, svo ég bara búin að hakka og búin að hræra í bollutna, ég var bara með uppskriftina fyrir fram að mig. Ég vissi ekki að þetta var mjög auðvelt kannski að mistakast eða þetta gæti, eða klúðrast. Þannig að ég svona byrja að elda fyrir aðra en sjálfa mig algjörlega fyrir tilviljun, áttum okkur á því. Okay. Síðan skal ég segja þér, síðan þegar ég var flutt til Íslands, að því ég kom alltaf til Íslands á sumrin
og svo þegar ég er búin að búa í Kaupmannahöfn og er flutt alveg til Íslands að þá kemst ég inn í myndlist- og handíðaskólan gamla að ég ætla að listakona og helst að þú veist í textíl, fata, einhverju svona og og er að vinna alltaf með, fekk vinna upp á næstu grösum að því það grænmetisstaður þá og og bara eiginlega ég fekk vinnu þar af því að þú veist, ég varð að fá ykkur að smá útrást líka aðeins fyrir að elda svona skrítið og síðan er ég að klára lokaverkefni mitt og mér býðst eitthvað svona ótrúlega flott bara tilbúð að framleiða það og eitthvað svona skilurðu, ég hefði verið að vinna einhverja keppni, einhverja svona fata hönnuða ég fer alltaf all in, áttum okkur á því og eitthvað, en þá akkurat þetta ár og ég fer og er að keppa ellendis og verði í öðru sæti af einhver svona ótrúlega mörgum, einhver fleiri 100.000 nemendum yfir heiminn, það veit þetta rosa fáir og af því að sko það kom akkurat verkfall hjá prenturum, þannig að blaði, sko það fylgdi út með mér fóru blaðamenn og ljósmyndarar og eitthvað svona og þú veist þetta var svona hellerina föss í kringum þetta en þegar loksins prentararnir voru hættir í verkfalli að þá var eitthvað nýtt, þá var eitthvað annað og þá var þetta mín þáttaka í þessari keppni old news, skilurðu þannig að það var bara gamla fréttir þannig að þú veist, þetta fór aldrei neitt lengra, þannig að þegar ég er þarna upp á grösum og á að fara að framleiða þetta lokaverkefni mitt, þá fer fyrirtæki á hausinn sem að var með þetta sem að var að fara að framleiða verkefni mitt. Þannig að ég stend þarna upp á næstu grösum og segi við hana Gunnhildi sem að eigandan, ég sagði, áttu ekki bara vinnu handa mér, þú veist, að því að þú veist, þetta var bara allt í einu var þetta ekki að fara að gera sig þetta með lokaverkefnið og framleiðsluna og allt þetta, þannig að þetta var eiginlega bara á einum degi, þá hætti ég, þá lagði ég textilnum og fatasömnum og ég fór úr ullinni í raun og veru í kálið og það er svo fallegt að því ég er búin að fá, ég er með 8 ára menntun í þú veist textil og svona að fá hugmyndir og taka þær út úr hausnum á mér nákvæmlega eins og þær eru, að það er ekkert mál að fá hugmyndir, þú veist að fólk var alveg fullt af góðum hugmyndum en að ná að framkvæma þær, þú veist eins og það séð það fyrir sér, það er síðan allt annað, skilurðu. Það er miklu stærri bardagi. Það er trikkið, skilurðu. Og ég bara með allt innur, ég með einhverja 8 ára menntun þarna og einhverju svona lista, sviði og handverks. Þannig að ég bara fór að, í stað fyrir að reyna að fá hugmyndir að nýjum flíkum, þá bara var ég að fá hugmyndir að nýjum réttum. Þú veist, þannig að ég bara fer úr einu efni eða hráefni yfir í annað. Og varst ekki annað krosskutum með það? Varst ekki eins og tala um þessa keppni valin af mörg þúsund manns? Varst ekki eitthvað herri, ég ætti nú að reyna að halda mér í fatahönnun? Nei, veistu það, þetta er svo, sko, ok. Það getur vel verið að ég sé góð í að skera gulrætur og það sé vel verið að ég sé góð í einhverju svona smá eilegu en það sem ég best í er að ég fættist ótrúlega jákvæð, eiginlega alltaf í góðu skapi og veistu það, ég er farin að svo fatta maður þegar maður eldist að það er kannski stærsti kosturinn og þegar ég horfið tilbaka þá sé ég bara, þú veist, fyrir ekki ég er að blóta í mikrofónin en ég hugsa bara svo, shit, já, ok, nei, ég fyrir það bara elda, að því að ég þurfti bara að fá útrás fyrir sköpunina og það var svo ótrúlega, ég bara svona brann, þú veist, ég elskaði að búa eitthvað til, þú veist, ég elskaði þetta pínu lítið turmeric í tófúið, skilurðu, þú veist, bara eitthvað vera, þú veist, alltaf þetta í mér, að vera ponsu lítið, sem ég myndi að kalla óþekk, skilurðu, eða það vera svona smá sköpun, gera eitthvað svona aðeins þarna, þú veist, og bara svona forvitni, sköpunarþrá og eitthvað, og þetta líka hélt mér, skilurðu, ég alveg bara alltaf í stuði og ekkert vesen á heilsunni og þegar maður hefur einhvern tímann haft svona einhvern heilsubrest skilur þú veist að ég held að það hjálpaði það var svona jákvæðni og eitthvað bara já, ok,
bara held þarna áfram og var, allt inn var ég kokkur á næstu grösum eða eldhúsdagsmaður, skilur. Þú leist á þetta sem kokk? Já. Kokkur? Kannski ekki alveg, en skilur þau, og allt inni, það fattaði bara, hvað mér fannst þetta gaman, mér finnst þetta bara svona æðislegt, og svo smám saman að þá svona rúlla boltinn og náttúrulækningafélagi var þarna í sama húsi, átti þetta hús og þar kona, Hjördís Gísladóttir, vinkonum mín sem að ég þekkti ekki þá, en hún kemur einhvern tímann yfir á grösin, þau voru þarna í næsta herbergi, að þá komu þau alveg bara miður sína, því það hafði þau verið með eitthvað svakalega vinsæl matreiðslunámskeið, skilur, og allt í henni hafði læknirinn sem að það var þannig að það var læknir sem hélt fyrirlestur og svo var kona sem að kenda elda. Allt í henni var læknirinn og konan stungin af og ætlaði að halda sitt eigið á eiginvegum og hún stóð uppi með fullt námskeið og engan til að kenna. Og þú veist, og að því að ég var að læra kennslu líka út í Kaupi, þetta var svona handavinnu, textíl, kennsla, eitthvað, og ég bara hei, ég skal, þú veist, þannig að ég bara, þú veist, og Helgi heitinn Valdimarsson, prófessor, hann samþykti að vera með fyrirlestra og þá sveppasýkingum, ég alveg sama bara, þú veist, það var svo gott að það var eitthvað svona fagaðili, mér fannst það svo frábært, og hann var læknir sem að talaði að mataræði skipti máli, hvað þetta hendaði mér, svo var ég bara búið til uppskriftir og hann sagði, þú veist, við mögum ekki hafa þetta og ég held bara, ok, þú veist, svo bara samt ég fylgta uppskriftum og við vorum með námskeið og það voru svo langir biðlistar að hálfa væri nóg. Síðan ákvað náttúrulækningafélagi að þetta væri nú komið gott svona, þú veist, af því að það hafði heyrst að við værum stundum að tala að það væri ekki, að við vorum svona hjálpa fólki sem að mátt ekki, var með ofna með eitthvað fyrir mjólk verið með eitthvað spurst út og þú veist hvernig sögur breytast og allt einu var sagan svo að við varum að segja fólki að drekka ekki mjólk og gera ekki þetta og ekki hitt og ég einhvern veginn bara ég reyndar aldrei sagt það, en ok, þú veist, og við vorum svona látna fara, en við vorum með svona langa biðlista, þannig að við ákveðum bara, hei, gefumst ekki upp, og svo fórum við bara og og hún var svona eins og pimpin minna, því að við ákveðum að fara og við hugsaum bara, hún var svo stórhuga, yndisleg kona og hún sagði bara, hún svolítið eldri en ég og bara, Sola, við bara gerum nýjan grænmetistað þar sem við gerum líka, við erum að elda fyrir konuta sem að langar á námskeið og ég bara, ok, þú veist, litla jákvæða alveg bara, ok, og þannig að við förum hringinn í kringu landið á bílnum hennar og erum að kenna fólki að elda, skilurðu, og til að safna fyrir staðnum og svo segir hún við mig, hún var, þú veist, þetta svona alvöru businesskona, hún segir við mig, ok, Sola, ég á pening, þú átt hugmyndir og uppskriftir, þetta bara ótrúlega einfalt, 50-50, þannig að hún kom með peningin og ég kom með uppskriftirnar og við bara opnum grænan kost, þú veist, og svo var ég þarna af því að fyrstu ári náttúrulega þegar þú ert búin að opna fyrirtæki þá ertu ekki að borga mikið laun, þannig að hún segi, hei, við hvað við gerum, þú bara mætir morgnan og eldar og svo ertu bara með námskeið á kvöldin og þann pening mátt þú fá ótrúlega fer, þannig að ég náttúrulega til að hafa eitthvað pening og nýmið á, þá var ég náttúrulega að halda námskeið og þau voru rosa vinsælt, þú veist, þannig að svoleiðis gekk þetta og í leiðinu vorum við að búið til viðskiptavinni fyrir staðinn af því að konunum fannst þetta æðislegt að konunum segja að þetta voru svona alltaf 20 konur og einn kall, þú veist, þetta var svona hlutfallið þá og þær fundu rosa mun á sér allt að fara að renna af þeim, þær voru orðnar alveg bara skilur þau, þú veist bara með því að hætta bara þetta og byrja bara þetta og eitthvað, fannst þetta rosa spennandi og þannig að við fengum
ótrúlega góða aðsókn en svo voru þær kannski komnar heim og þá sagði kallinn alveg nei, ég vil bara bjúgu með sinnebi eitthvað og þú veist og þá voru þær alveg ok, elska, ég sé bjúgun eitthvað og gerist þú og svo bara voru þær orðnar of þreyttar til að elda sig að sér fyrir sig þannig að það var svo fyndið að sko fyrst ætlum við að hafa lokað milli 2 og 5 en við gátum það ekki því þá komu húsmæðurnar sem að voru búnar að elda fyrir mannin í hádeginu og komu og nærðu sig og fóru síðan heim og suðu eitthvað uppstú eitthvað, skilur. Þú veist þannig að við byggum svolítið til líka kunnahópin okkar en mjög fljótlega var þetta rosa vinsælda því að á þeim tími voru ekkert margir með grænmetisfæði. En samt áhugi fyrir því? Já. Við, sko, það góða við Ísland og ég elska það, ef eitthvað kemst í tísku þá bara eru allir komnið ángað, skiluru alveg svo, þú minnst alltaf vídeolegurnar að voru fyrst 2 og síðan urðu 2000, skiluru og þá einhvern veginn, og það svolítið þannig í dag, fattaru þú veist, einu sem voru bara 2 grænmetisstaðir og þar var annar eins og við á grænu kosti vorum vegan og og núna í dag þá getur við fengið eitthvað vegan rétt inn á eiginlega öllum veitingastöðum bæjarins, skiluru. Já. Það eiginlega til undantekninga meiri segja á bæjarins bestu af því að þú veist pulsubrauðu vegan og svo færið bara tómat og sinneb og steiktan lauk eitthvað, vegan pulla, nei fattar þú veist þá þetta bara allt svo auðvelt í dag. Já, en það líka eftirspurn eftir því, fleiri veganréttum og grænmetisréttum. Já. Fólk var ekki að bjóða upp á þetta, það var ekki eftirspurn. Nei. Og veganbylgjan að náttúrulega bara, þú veist, hún alveg, hún bara stækkar og stækkar. Og mér finnst að vera svo ótrúlega, sko, það svo skiljalegt og svo mörgu leiti af því að hugsa þegar amma var í Vestmannaeyjum með 1 kú og 3 hænur, skiluru, og kannski hana eitthvað, ég veit ekki. Og hún fór og talaði við hænurnar, þú veist, þær áttu sín nöfn og kúin, hún kemdi henni og skiluru, þú veist, og var svo góð við hana og fekk svona, þú veist, kálfanutt og eitthvað svona. Þetta versus, sko, hvernig síðan svona iðnaðurinn, þú veist, þetta náttúrulega, það gerist svo margt, svona cirka frá 1930 og upp úr og bara vestnar og við einhvern veginn, ég var að rifja það upp við einhvern núna daginn að sko, ég alveg upp við það var alltaf allt sortir að heima hjá mér dagblöðin fóru sér, plasti fór sér, þetta fór sér, þú veist það var allt bara og ef það var ekki hægt og í þátt að var ekki hægt að henda þessu sér, skiluru, þess vegna voru fólk bara með komputnar oft fullar einhverju plastílátum sem það var reyna ofta endur nota eða eitthvað svona og heima hjá mér var safnuður, þú veist það var alltaf, þú veist, fyrir 60 ári var mamma mín með ruslaföt í einu höfninu þar sem skófst af mataleiðar síðan fórum með þær upp í garð og bjótu mold og ég var þú veist, hugsa þér ef allir í þessi 60 ár hefði verið að gera þetta þá þyrftum við ekki að hafa áhyggjur af umhverfisstefnun, þú veist, þá þyrftum við ekki að hafa áhrif á ósonlæginu eða skiluru, en einhvers staðar á leiðinni að það fórum við að krota út fyrir og einhvern veginn og gerðum það bara svolítið hressilega, skiluru. Já. Þannig að í dag alveg bara verið að blása í neyðar ástand. Já, algjörlega. Maður er svo fjarlægur matnum sem lagður fyrir framan sig. Þú veist, ekki nóg með að ég kannski tala full mikið fyrir sjálfa mig hérna, ég ætla ekki að fara að alhafa fyrir einhverja kynslóður, en ég held nú að þú veist sko, ekki nóg með að fólk elda ekki matinn sinn, þá sko, hvað segir maður, þá ræktar það hann alls ekki sjálft og sérstaklega eins og með kjöt ég fór að slátra daginn, hjálpa til við slátrun og þá fyrst sá ég hversu langt frá matnum mínum ég raunverulega þegar ég sá hvernig þetta raunverulega gert. Maður bara vanið að þessi tilbúin vara lögð fyrir fram að þig og þú borðar hana og þá fer ekki að pæli því hvernig hún var til eða hvað þú ert að gera til þess að hún kæmist náttúrulega. Þú veist, þú getur fengið þér ananas í
febrúar í Reykjavík, skilurðu. Og þetta bara eitthvað sem, ef þú ert alin upp við þetta, þá fær maður sér bara ananas í febrúar ef mann langar í það, sko. Nákvæmlega. Og þegar linkurinn verður svona, þegar hann lengist svona milli neytandans og framleiðslunar, þá svona verður manni, maður er svolítið aftengdur því sem er að gerast. Algjörlega, og þú veist, að því að þú sér það að mér er svo ágætt að því að mér finnst ég ennþá vera stelpa, þú veist, og mér finnst það örugglega alveg þangað til að ykkur negli lokið á kistuna, skiluru, en fattaru, en ég upplýði samt að þú veist, það var keyptur eplakassi fyrir jólin og veistu það, ég finn ennþá lyktina af eplunum, þú veist, það var bara svona dýrðilegt og svo þegar fóru að fást mandarínur á að veistla, sko. Já, og ég smyglaði avokado til Íslands þegar ég bjó í Kaupmannahöfn og þú veist að því að tekst það hér? Nei, skilurðu. Þú veist, þetta er svo stutt síðan og þú veist, þetta er ekki mannsævi og allt hefur gjörbreyst. Já, einmitt, þetta er ekki einu sinni mannsævi. Nei. Þetta er magnað, sko. Já. Og síðan er maður eitthvað, ég keypti skemmt avokado. Það er búið að fljúa með það til manns frá Peru og maður er eitthvað að pirra sig við borgaði 150 krónur fyrir það. Ég veit að þetta verður alls svo absúrt, skilur ég. Já, einmitt, og þegar maður er alin upp við það, þá, þú veist, það er ekki manni sjálfum að kenna, eða þú veist, ef maður er ekki fræddur það eða leita sér fróðleiks það. Nei, og það er nefnilega máli og málið er að, og enda, sko, mér finnst alltaf einhvern veginn, þú veist, alltaf þegar fólk spyr hvernig matur er þú? Ég bara, þú veist, oftast segi bara ég borða allt en sumt hef ég ekki borðað ótrúlega lengi, skilurðu. Og ég nefnilega, sko, ég held að, og ég er svona einhvern veginn, ég er höllundir að ég held að allar öfgar, skilurðu, þær ber að taka með varúð, skilurðu, og fólk verður bara svolítið að finna hvað hentar sér, en í dag er það orðið bara þannig, það er búið að svona einhvern veginn að ýta okkur þangað að við þurfum, í dag er það ekki bara eins og þegar ég var allast upp bara, að ég bara, já ok, þetta fer illa í mig og ég get ekki bara þetta, nei, í dag er það orðið umhverfistátturinn hefur bæst inn í breytuna, skilurðu, af því að áður á meðan þetta var allt svona soldið í sátt og samlyndi við náttúruna og umhverfið og bara svona eitthvað sem var svona eðlilegt, skilurðu, í dag er það ekki lengur. Nei, fólk er að breyta mataræði og venjum fyrir jörðina. Já, við erum komið þangað að það þurfa eiginlega allir að taka einn kjötlausan dag, skilurðu. Og ef allir myndi gera það, bara einn kjötlausdagur, af því að það fyrir svo rosalega mikið landsvæði í að rækta sko mat fyrir dýr, skilurðu. Bara þeirra fæði. Já, og þú á þessu svæði geturu fætt ótrúlega mikið af fólki af því það er hungursneið víðast hvar, skilurðu. Þú veist, það er víða hungursneið. Áttum okkur á því. Ásamt því að þetta er ekki orðið lengur spurningu það, skilur, þetta er orðið spurningum bara, þú veist, finnst þetta ekki óhugnalegt hvernig allt í einu er, þú veist, veðrið fara að verða hrikalega skrítið, skilur, ósonlagið eitthvað svakalega götótt og það þarf að, og það síðast þegar ég heyrði fréttur daginn var að ef að Bandaríkin ger eitthvað ekkert í sínum málum í sambandi við jarðgus og ýmislegt, skiluru, að þá bara, að þá er hætta á ferðum. Já. Og þú veist, og þetta er einhvern veginn bara af því að við mannskepnan, við einhvern veginn förum fram úr, sko, ég segi alltaf, minnst einhvern veginn svona græðgin heldtekur okkur. Og ég held þetta sé, á þess að ég ætla að fara að vera pólitísk en það er samt heyri svolítið saman, skiluru. Þú veist að þegar ég er í viðskiptum og stundum finnst mér eins og ebitur séu litlar pöddur, skiluru, sem eru svona að mergsjúa, þú veist, að ég held að það þurfi
á sama hátt og við erum að endurskoða allt módel í sambandi við hvernig við erum að sko borða og umhverfið og allt þetta, þá þurfum við aðeins að endurskoða hagfræði módelið, skilur bara, þú veist, við þurfum að bæta samfélagslegri og umhverfislegri ábyrgð inn í breytuna, skiluru. Það með auðvitað verða að vera epitur, ég ekki að segja það, við skulum pössum okkur á að ég sé ekki miskilin, en það þarf að taka aðra þætti inn í, skiluru. Eða bara vera að hugsa að græða eins mikið pening þá verða á kostnað það verður alltaf á kostnað umhverfisins og síðan náttúrulega fólksins og dýrana, skilur þetta bara hefur svona margföldunar áhrif, þannig ég held að það sem við þurfum að gera, við þurfum aðeins að staldra við og aðeins að stokka spilin upp á nýtt, pússa glerugun og aðeins að horfa á þetta pínulítið í víðara samengi og til lengri tíma. Mér finnst til það, veistu hvernig, ég fattaði, þú veist, þetta svona, verður svona tugga á eitthvað svona. Ég hugsaði með mér, þú veist, mig langar til að barnabörnana minna, að þeir geti átt svona ótrúlega gott líf og upplifun af náttúrunni og af bara öllu eins og ég fekk, skilurðu. En með þessu áframhaldi að þá einhvern veginn fyrir þetta verða smá trikki. Já, ég verð svolítið daufur fyrir, sko, þegar maður sér eitthvað svona vídeo af meðferð dýra í sláturhúsum og svona, ég verð svolítið daufur fyrir því út af því mér finnst þetta að vera bara eitthvað sem er að gerast í Bandaríkjunum og eins og ég segi, þess vegna var ég að koma inn á þetta áðan, maður er svo langt frá því að sjá hvernig kjötið sitt verður til. Já. Og mér finnst, það sem mér finnst samt eins og er svona sem hreyfi við manni í tengslum við sérstaklega svona plant-based mataræði. Það er í rauninni kostirnir sem þetta hefur í för með sér bara tengt líkamlegri og andlegri heilsu. Mér finnst það vera svona, mér finnst það miklu söluvætni punktur heldur en að segja öllum að horfa á heimildamyndina sem vera að sína frá sláturhúsum í Bandaríkjunum og vera að sína hvernig þetta er gert. Þú veist eins og myndin Forks Over Knives, hefur séð hana? Já. Það sem hefur verið að tala um bara hvað mjólkurprótein, hvað áhrif það hefur á krabbameinsvöxt og allt svona, mér finnst það mjög áhugavert og það er reyni bara svona hluti að því að reyna betrumbæta sjálfan sig, að sjá hvað segir maður, hagsmunni því að breyta mataræðinu sínu til þess að bara líða betur, mér finnst það mjög söluvætt punktur, sko. Já, og það er eitthvað svona punktur sem að við tengjum svo vel við af því að síðan er náttúrulega ýmislegt sem að síðan af því að veganismin þegar ég er að byrja þá er það mjög heilsutengdur, skilur þú veist, þá er maður ekki að borða eða þú veist þá héti þetta ekki einu svona veganismi, skilur þú veist, og héti þetta bara að maður var grænmetisæta og maður borðaði ekki dýraafurðir, skilur en ég var að gera það fyrir heilsuna og það er minn bakgrunn. Já, þú byrjar þar einmitt. Já, og það er ennþann dag í dag er það ótrúlega stór partur hjá mér af því að ég held að sko, að því ég þarf náttúrulega alltaf að passa mig, að því ég finn alveg, skiluru, svo allt í einu að þá finn ég er orðin svolítið, ég finna að mengun skiluru, hefur þú veist, maður bara finnur hvernig maður verður bara næmur líkamlega þegar maður er svona smá gallaður, þegar maður er fættur gallaður, skiluru, og þú veist, og það er svona mitt og ég held að það er, sko, það er oft auðvelt að fá fólk til að hugsa annars vegar út frá líkamannum og veganismin í dag, hann gengur ekki, þú veist, hann sumir ganga það langt að það segja bara, ég vil ekki hafa neitt holt, ég vil bara að það sé verið að fara vel með dýrin, skiluru. Ég meina ég tengi ekki mikið við það. Nei, það, sko, og svo er það bara fattaru, svo, og ég finn með sjálfa mig sem að kem frá þessum punkti að það var heilsan mín og það er mín drifkraftur, skiluru. Síðan, þú veist, síðan það sem bætist við hjá mér að það er náttúrulega umhverfið, fattaru, og svo þarf maður bara að vera svo bara svona almenn ábyrgð og þó var ekki nema út frá umhverfissjónarmiðum að þá
ef að við myndum taka einn grænan dag í viku, skilurðu, það myndi gera ótrúlega mikið fyrir jörðina og umhverfið. Já, þetta er það náttúrulega sko, það er ekki hægt að fá betri aukaverkanir af hjáttlu mataræði heldur en að það sé gott fyrir umhverfið og jörðina. Ég er náttúrulega ekki að láta hafa það eftir mér að ég bara er ekki heillaður af því að hugsa heilsu dýrana, en ég er mjög heillaður af því að þetta geti gert mér gott að fara yfir á plöntufæði. Já. Svona meira viljur til þess að rýna í þetta út frá því, sko. Já. Þó svo ég sé mjög sammála því að maður þarf að sýna samfélagslega ábyrgð og passa upp á þetta. Já, þú veist, þetta þarf bara að koma einhvern veginn, ég held bara, þetta þarf bara að koma inn í hugsunina hjá öllum, skilurðu, í sambandi við þau ert að framleiða, þau ert að þetta, að við eigum ekkert sama frelsu á þau, þú veist, þetta er ekkert bara óspillt náttúra sem að eitthvað, þetta er svona aðeins farið það, og ég hef einhvern veginn, sko, fólk, mér er svo fallegt að við erum svo misjöfn og svo eru margir sem eru að berjast einmitt fyrir dýravendinni og öllu því, skilurðu, þó svo ég myndi kannski, ég hugsa bara, vá, fullt af flottu fólki þar, ég er meira svona í náttúruvendinni og að því mér finnst skipta rosalega miklu máli, bara svona heildin, þess vegna finnst mér svo frábært að geta vera að bjóða eins og hjá Himnest, vörulínu okkur, að geta vera að bjóða lífrænar vörur á svona ótrúlega fallegu verði, skilurðu, að því það er svona, það er svona hugmynda, þú veist, það er svona mín misjón, skilurðu, af því að þegar þú ert að rækta lífrænt, þá ferðu vel með jörðina og það fer miklu betur með dýrin, skilurðu, það bara fer betur með alla, þú veist, það er bara all included, lífrænt, nei, það er bara svolítið, og Snorri, veistu hvað mér finnst eiginlega best, og það heyrði ég svo kokkarna verið að segja þetta náður, þeir voru alltaf að segja, þeir segðu, okkur finnst svo gott að nota lífrænt, ekkert út á jörðinu eða þýtóti, heldur út á bragðinu, og það er bara svolítið, sko, bragðið verður allt annað hjá oft á tíðum, ég ætla nú ekki að fara að sitja hérna og fyllir það, en það er samt, þú finnur oft ótrúlega mun, sérstaklega á gulrótum, við erum eina lífræna og eina sem er bara svona, eiginlega bara litarefni og með svona beisku eftirbragði, skilur, að því hún var bara ræktað einhvern veginn, einhver staðar, skilur. Já, þú ætti nú að þekka þetta allt saman. Var ekki Nóma veitingastæðurinn, hann var að loka daginn, en þeir lokuðu honum og ætlaðu að opna bara vegetarian, eða hvað? Nei, ég skal segja allt Nóma. Já, hvað með svo? Nóma er þess að talin eitt besti veitingastæður í heimi. Í heimi, já, og þar sem að Í Danmörku, og hann er staðsettur í Danmörku og það er ótrúlega skemmtilegt frá því að segja að hérna, þegar ég, sko, gló í Danmörku næri að vera 100% lífræn. Mér finnst það æðislegt, þú veist, það er bara svona gamall draumur að rætast, það er ekki tækt á Íslandi. Ég reyndi það, ég flutti allt insjáða bara, þú veist, þetta bara, það er ekki grundvöldu fyrir því strax, en í Danmörku er það, og þar sem ég bjó í Danmörku, í bakgarðinum eiginlega hjá mér, þar opnaði nýja Nóma. Nýja Nóma er búið að vera opið núna líklegast síðan í mæ, eða kannski svona sirka síðan í mæ, kannski, þú veist, ég er ekki alveg með dagsetningarnar á hreinu, en þeir eru í bakgarðinum á Kristjaníu, þú veist, svona í endanum á Kristjaníu, þar er Nóma og það er geðveikt, að það er akkurat þar sem að ég var alltaf að labba, ég labbaði svona í gegnum þann enda á Kristjaníu þar sem að eru gömlu hipparnir og hugsjónafólki bjó og voru svona einhvern veginn að byggja húsin úr flöskum og umfram timbri og þú veist, Snorri, það mér fannst þetta bara eitthvað, ég var svona gömlu hipparnir, Kristjanítarnir, mér fannst þetta bara eitthvað svona svakalega, ég breyttist alltaf í svona lítið náttúrubarn þegar ég var að labba hann í gegn, þetta er svo geggjað, löppuðum að neila hverju kvöldi ég og maðurinn minn tóku stóran göngutúr og þá löppuðum einmi framhjá og sáum það sem var verið að byggja Nóma og það var byggt inn í svona hálfgert neðanjarðabyrgi að hluta til og svo byggt út alveg
ótrúlega fallegt og svo í innkeyslunni þá eru 3 stór og geðveik gróðurhús, skilurðu, og í bakgarðinum síðan þá eru fleiri gróðurhús og þar eru þau með sánatunnu fyrir staffið og þú veist, þetta nóma staðurinn svolítið eins og bara lífstíl, skilurðu. Já. Og hann var með í sumar, var hann með vegan matseðil, seldist upp strax, ég reyndi að, þú veist, ég sagði við mannum minn, ef ekki að reyna að fara og hann bara, jú, og svo náttúrulega bara uppselt á stundin, svo bara látaði vita, ok, hann á miðvikudaginn 21. janúar, þá hægt að kaupa í vorseðilinn og það bara selst upp á engri stundu og þeir vinna allt frá grunni og þeir rækta rosalega mikið sjálfur og þeir eru með þetta, hafa svona sjálfbarnina leiðarljósi. Og fyrir einhverjum árum síðan að því að á vegum hans verða fullt á ótrúlega skemmtilegu fólki og meðal annars að þá á ég mjög skemmtilega vinkonu fyrirverandi forsetafrúin okkar og hún hefur svona óbilandi trú á mér, hún heldur og ég elska það og hún alveg bara Hún Dorrit? Já. Hún meistari? Hún yndisleg, hún bara eiginlega ein svona skemmtilegsta manneski sem ég þekki og hún hringdi, Salla, sko, það koma hérna kokkur sem ógeðslega góð kokkur og þú þarf að hjálpa hann að kaupa matur eða eitthvað og við förum, við Dorrit og og ég og þessi kokkur sem að var þá á þeim tíma var hann kokkur á Nóma. Já, ok. Og ég kynnist hann og ég keyra eitthvað út fyrir bæinn og við bara erum að tína alls konar villtar plöntur og jurtir og eitthvað svona sem að hann, af því að það var ykkur hópur að frekar velstæðum útlendingum sem var að koma til landsins og sem að hann var bara ráðinn til að sko elda onni. Já, ok. Og það hefur verið hár vermið á því að fá hann í það jobb. Já, og af því að þetta voru allt vinir vinkonu minnar að þá og hún hefur óbyljandi áhrif á litlu ljósarðu vinkonu sinni að þá útbjóð ég fyrir þau matapakka sem að þau voru að fara út á land og í rútu þannig ég gerði piknikpakkan og svo fór hann og eldaði oniði og þú veist, snillingur sem þessi maður var, mér fannst ég nú alveg kunna mikið náttúru Íslands og plöntur og vilda plöntur og jurtir og eitthvað en þessi gaur, ég var alveg bara með litlu minnisbókina og hvað notar þetta í? Skilur þú veist, það bara hugmyndaflugið og þú veist, það var ótrúlegur. Var hann svona hráfæðis? Nei, vegan, bara að elda holt og holt fæði og það svo, af því að það eru svo margir eins og Nóma, skiluru, sem að svo stór partur, þú veist, þar eru oft réttir, geta verið hráfæðuréttir, geta verið vegan, geta verið eitthvað, þetta þau bara elda hollan og góðan mat eða góðan mat úr frábæru hráefni og þeir kjósa náttúrulega eiginlega allt lífrænt og það eru flestir sem eru með einhverjar, þú veist, fólk í dag með einhverja meðvitund í þessum matabransa, þeir kjósa að hafa hlutina sem mest lífræna. Já. En út af það nefnir þessa sögu fólkinu sem kom hingað til landsins og vildi hafa kokkinn með sér. Ert þú ekki búin að fá líka sjálf alls konar beiðnir frá hinnum og þessum sem að lenda hérna á landinu og hafa óskir mataræði? Mataræði? Já. Jú, ég hef aðeins fengið Hollywood leikarar og Beckham hjónin og... Já, ég hef svona aðeins verið að elda eitthvað fyrir ég var að elda onni Ben Stiller, það var mjög skemmtilegt þegar hann var að gera myndina En á Walter Mitty? Já, einmitt. Og sko það sem mér fannst skemmtilegt að því hann var settur, hugsaði, sko, hann fór að sofa á miðnætti og að vakna 5, þú veist, hann fekk ekki mikið svefn, hann var að leikstýra, hann var að leika og hann var og hann gerði, þú veist, það var ótrúlegur og orkan sem hann fekk, en hann rétti mig líka lista
og það var bara, þú veist, það má bara vera þetta og þegar ég var að koma af því að það hefði einhverju verið eldóni og hann var ekki kannski alveg nú ánægð þannig að svo tók ég við og þetta var eitthvað rosa flókið sko, þú veist, þetta alltaf vera 14 réttir og það átti að vera utan á öllum pakningum, átti að vera eitthvað, þú veist, næringagildi og eitthvað og fyrst fór ég og hann sko, ég kom með einhverja 14 rétti eða eitthvað og hann var að smakka og þurfti að samþykja, skilur og jú, hann fannst það var gott og allt góðu og þetta átti að vera eftir sko úr þessu hráefni eða þú veist, hann mátti ekki bara þetta og hann var sko vegan, hann var settur á veganfæði nema að ég þurfti að elda fisk fyrir hann 2 í viku og hann var á einhver svona svakalegum sko grænum smúþíum sem að þú veist, það þurfti láfið að deyfan til að koma þeim onni hann af því þeir voru svo hrikalega hollir, skilurðu en orkunn sem hann hafði var alveg með ólíkindum nema hvað, fyrsta daginn að því að dóttir mín eldri er næringamentuð og ég ringi hann og segi bara, við getur reikna þetta út fyrir mig og að því að ég kann ekki þetta reikna út, skilur Svona næringagildinu? Nei, en þú veist, ég get það en þú veist, maður þarf þá að finna töflurnar og hún hafði aðgang að ykkur í kerfi nema hvað, svo segir bara, guð mamma þetta nú, þú veist, þessu margir réttir og þetta bara tók maður alveg 2 tíma og ég held bara, wow, ég er ekki að fara að gera þetta þannig að fyrsta daginn fekk hann allt útreikna og ég fekk eitthvað svona merkibissu daginn eftir, þá bara skrifaði ég á fullt af ást og dassa kærleika eða eitthvað hamingju, eitthvað svo bara hendi þessu og aðstofa konar bara og hún alveg bara, sko það er og ég sagði bara, róaði þig hann bara borðar þetta, ég veit hvað ég er að gera, treystu mig bara og svo fannst honum þetta svo cool þú veist, hann var alveg hrikalega happy, einhver þorði bara að setja puttan í þetta, að ég meina þetta voru 2 tímar á dag sem fór ég að næringareikna, það var náttúrulega ekkert eðlagt, átti ekki frekar að vera að nostra við matin í þessa 2 tíma. Þannig að hann kunni að meta þetta? Hann kunni alveg að meta þetta, það var rosa gaman. En af hverju heldur svona fólk fari á vegan fæði? Já, sko, það fer ekki alltaf veganfæði en það fer svo mikið á mjög hreint fæði og eins og í þessu tilviki þurfti allt að vera lífrænt, já, og það áða allt sameiginlegt, eins og því að vera elda fyrir bekkahjónin og ég var með þeim að ykkur 3 sólarhringa og þau vildi hafa allt lífrænt og hún vildi hafa, sko, skal ég segja þér svo var hún náttúrulega bara á sínu fæði, skilur og hann svona krakkarnir borðuðu eiginlega allt en náttúrulega byggust við að fá bara góða mat úr góðu hráefni, skilur það er svona svolítið krafan það er krafan og og svo skal ég segja þér og svo ég held að sko allir er þetta samanlegt, þegar líkaminn þinn er verkfærið þitt, þegar útlitið þitt er það sem að selur þig, skiluru, og það er bara, reynsla margra sýnir að ef þú hugsar vel um þig, bæði í næringu og hreyfingu og eitthvað svona, að það áttu meiri séns á að halda þessu verkfærið þínu góðu og vera fullur á orku og þú veist allt þetta. Það sem ég fannst ógeðslega fyndi var að svo skal ég segja þið, svo lék Sean Penn í myndinni og svo fengum við hann í mat. Hann er, þú veist, ok, hann er töffari. Ég hef ekki séð marga töffara í gegnum árin, en ég minn einasti hvað sá gaur er mikill töffari. En meiri sé að hann var á diet, skilurðu? Þú veist, hann borði ekki sykur og ég var svona aðeins náttúrulega búin að afla mér upplýsinga því að ég þurfti að elda fyrir hann tvisvar, hann var að koma og svo kom ég fram og með súkkulaðimús úr avokado og engu sykri, ég setti einhver dropa stefíu eða þú veist eitthvað svona úti og svo kom ég og bauð honum og hann alveg bara, nei, borða ekki sanditi og þá var litli leikar bara, sí, hún byrði rosa góð mat, það eru glengi sykur og þú veist eitthvað svona, að því þá var hann stressar að því að hinn er töffarinn já, hinn var alveg og hann félst á að smakka og svo næst þegar ég átti að elda þá spurði hann hvort hann geti fengið góðu músinu avokado súkkulaðimús já. Síðan hefur sést til Gwyneth Paltrow á Glow í fákafinu, veit ég
Ég var beðin að vera eskort. Í fyrsta skipti sem ég hef verið eskort, það var fyrir Gwyneth Paltrow. Vegna þess að hún kom til landsins og það var í gegnum svona ferðafyrirtæki sem að sérhæfi sig að fá svona fólk sem að taka á móti rík og frægu fólki. Og hann ringir í mig eigandinn og spyr hvort að ég vilji vera fylgidama. Þannig að við getum bætt því á ferilinn fylgidama. Og þannig að hún kom að borðaði hjá mér og ég var að útbúa ykkur að matapakka og eitthvað svona og en það það sama, hún einmitt, þú veist, og við rættum mikið að hún vildi fá hreint og hollt fæði. Af hverju fólk að missa sem er svona nokkurn veginn sama það sem það að láta ofan sig, hvort sem það sé, ég veit ekki hvernig maður að skilgreina það, kjötætur eða bara fólk sem er ekki að borða þetta lífræna, þú veist, er það að gera sér slæmt eða er það bara mismunandi milli manna? Já, veistu það nefnilega, ég vildi óska, ég myndi geta sagt, ég myndi óska ekki, sko, ef þú ert ekki á lífrænu vegan grænmetisfæði, þá deyrðu. En það er ekki þannig. Þú veist, það er nefnilega það sem að veistu hvað ég held, þú gerir náttúrulega, þess vegna segi ég alltaf, þú veist, þetta er náttúrulega svo mikið af alls konar áhrifum, fattar þú, þetta er ekki bara þú, þetta er líka kannski aðeins umhverfið sem að, þú veist, þetta er svona þessi fallegi lífskoktell sem að maður þarf að hrista og ég hef mætt fólki sem að það liggur við að það sé malbika hérðan og hingað og það skiptir engu máli hvað að borða, það er fullt af orku, ótrúlega hraust og ótrúlega flott. Þannig að ég held samt sem áður og það sem ég átta mig á þegar ég fyrir að eldast að því að kannski í gamla daga þegar ég var að horfa á þetta fólk var það yngra heldur en skilur að því að svo þegar maður eldist að þá horfir maður á, ég horfi til dæmis á jafnaldra mína, ég sé hvernig það eldist misjaflega, ég sé að þeir sem eru í alvörun að hugsa vel sig, að borða þokkalega og hreyfa sig og vera jákvæðnir, það held ég nefnilega, þar fekk gamla smá forskota því ég er ógeðslega jákvæð og ég held og bara að viðhorfi til lífsins, skilur það er pínu leyndó, að vera jákvæður og ég held að maturinn þinn verði hollari, skilur, eða geri þið betra ef að þú ert ef þú ert klappstýra inniblannaðina og frumannaðina alveg bara skiluru og svona að peppa það upp að þá held ég að til dæmis að þú sérst að borða, segjum þú sérst á mjög góðum matariði, að það sem þú borðar einstakar sinna skiptir ekki máli, það er svona meira það sem þú ert að borða dagstaglega sem skiptir máli og að þú sért svona, þú veist, vel mótiveraður og eitthvað svona, að því að síðan þú ferða að þegar bragðlaukarnir þínir fara að verða tærari, að það er mín reynsla, að þá einhvern veginn að þá finnuru bæði betra bragð og svo ef þú ert til dæmis að hæja á því með því að vera hugleiða og eitthvað svona, þá sért ekki með fæturnar í slöfu allan daginn, að þá svona finnuru meira áhrifin sem að maturinn og ýmislegt annað hefur á þig, skiluru. Byrja að taka eftir svona merkjum sem er verið að gefa þér sem að bara, þú tókst ekki eftir á þér. Já. Ég tók eftir, ég byrjaði að breyta eins til mataræðin hjá mér og borðaði mjög lítið af svona, bara öllum unnum mat og sykri og öllu svona og allt í einu var sko avokado bara það besta sem ég fekk ofan á mat, í alvegni, ég bara byrjaði að finna nýtt bragð af því, ég hef aldrei lent í öðru eins, fólk hefur alltaf talað eitthvað, þú veist, ef þú byrjar að nota minna salt þá, þú veist, það byrjar að finna betra bragð af matnum og svona og ég hef aldrei hlustað á það sko, en þarna þegar ég tók eftir, ég fekk mér einu svona avokado ofan á máltíð, ég hafði ekki fengið mér lengi ég held að það væri eitthvað annað í gangi sko. Þetta var fáránlegt. Finnst þið ekki magna? Ég hef aldrei lent í þessu og það er alveg, þú veist, og það maður þurft að breyta helviti miklu til þess að finna þess áhrif og eins og bara hnetur, bara finna bragðið af þeim og eitthvað svona ég óska þess að allir geti pröfað þetta. Já sko, þetta er eitthvað veginn, og ég segi alltaf, þetta er alltaf svona ferðalag og það sem ég sé og það finnst mér æðislegt af því að
ég var óþolandi þegar ég var búin að breyta matara því ég fekk nýtt líf, skilurðu, og en þann dag í dag, ég að vera 60, Snorri, ég mætt fyrst á morgnana, ég mestu orkuna, kettlingi bara stendur, skilurðu, í alvörunni og þá meðan, margir og eitthvað bara, þetta er erfitt og eitthvað, ég bara, nei, þetta er ekki erfitt, skilurðu, að því að og að því ástríða, þegar ég næja að krydda með ástríðinu líka, skilur, svo fær maður styrki, þetta er bara svo flott og þannig að fyrir mig þá það ekki spurning, ég myndi ekki vilja skipta, skilur, aldrei og fara í eitthvað annað, þetta henta mér og ég er búin að finna og ég þekkja og það sem ég séð að ferðalaginu mínu að því fyrst var ég svona eins og lítill leiðilegu prétikari alveg, ég bara gerur þið grein fyrir? Ég var hrikalega leiðileg, en svo bara smám saman að þá attaðist svona bara þroski, skilur og það var svo, mér fannst það æði og þannig ég fór að þroska með mér umburðarlyndi og svona, alls konar og það átti ekki sama við alla eins og mig og eitthvað fattaru, nema hvað, að svo samt sem áður smám saman að þá sér maður að það svona fólk og það orðið mikið almennara og viðurkenndara að mataræði hafi áhrif. Algjörlega. Og það verið að hvetja fólk til að prófa og að láta fólk vita að bara litlar breytingar gerir gagn og ég var eins og minn kona á námskeiði með áttræð og ég alveg bara wow, já, ok og ég fór að spyrja, akkur hún væri á námskeiðinu og hún sagði, já maðurinn minn hann svo slæmur í hjartanu eitthvað, ég bara, já ok bara gangi ég vel af því að hann var 80 og eitthvað, ég hugsaði bara þetta hugrakasta kona á Íslandi að ætla að fara að læra að búa til vegan hráfæði fyrir 80 eitthvað ára gamla mann sem alinn upp á súrsuðum kjömmum og einhverju svona skiluru og skellir mjólkufernin á opnin til að láta slá í hana því hún finnst það betra að allt þetta nema hvað svo hitti hana og hún alveg bara tóku nótur og eitthvað og mér fannst það mjög forvitnilegt svo hitti hana 2 vikum síðar, þar sem að því ég var alltaf með námskeið í Hagkaupin í Smáralind, sé ég þarna stendur eitthvað svona aldinn bossi út úr einni hillunni og ég fyrir eitthvað að sé þarna við gamla vinkona mín að lesa á krukkur og með stækkunarglerið og ég spyr hana hvernig gangi og hún segi, þetta allt annað og ég alveg bara, wow, og hvað að gera? Og hún sagði, núna fær hann blómkáls hrísgrjón því ég kendi hann að gera svona hrísgrjón úr blómkáli eða svona eitthvað blómkálsmeðlæti og heimagert sinnep það var eitthvað bara sem ég á mig uppskrift af skilur nú borðar hann bjúun með heimagerðu sinnepi og blómkáls hrísgrjónum og hann mikið betri og ég bara ok, en finnst þetta ekki fallegt hann þessi maður hefði aldrei geta farið eitthvað alla leið með eitthvað en hann gat, þarna var gamla svolítið snið fór að atta aðeins skiluru og svo, svo þegar fólk aðalmálið að þú þarft eiginlega að ná að finna munin og þar komu aftur að því eins og sagði ráða með mig að þegar fólk finnur ekki alvöru mun strax skilur að þá kannski sér það ekki tilgangi með því Nei, það hættan Já Hvað varst þú lengi að ná þér úr ónæminu og eftir þessi maður? 6 mánuði. 6 mánuði? Já, hann setti mig á 6 mánuða kúr og þetta var svolítið, það liggur við að eftir 5 mánuði og 30 daga, það næstu því, það bara allt inn, það var bara árstíðin orðin þannig, það var komið vor og allt inn fattaði, hei, það rennur ekki á nefn á mér. Og svo var ég að, svo prófaði ég, að klappa ketti. Það gerðist ekkert, skilurðu. Og þá, þetta mér finnst ég svolítið, það orðið vitna kraftaverki þannig, skilurðu, að ég hef aldrei trúið að þetta geti gerst.
og ég var bara rosalega heppin og ég er ótrúlega mótiverið og þarna ég er mjög seinþroska inntak og ég er hlýðin, þú veist, að vera seinþroska og hlýðin, það er rosalega jákvæmt, af því að ég var ekki að spyrja með allar þessar krítisku spurninga, skildi þetta eitthvað, nei, ég bara gerði þetta og þú veist, þannig að það hjálpaði mér líka mjög mikið. Já, þú fórst bara beint í þetta. Já. Já, vel gert, þú sér ekki eftir því í dag. Nei. Bjóst til þinn feril bara byggðan á þessum breytingum. Já, svo gerist það náttúrulega, þú veist, í kjölfari, þá er svona áhrifin af því verða mjög skemmtilega því að svo held ég líka oft að ef að þú til að halda þér á línunni, þá er ótrúlega gott að fá því vinnu við það. Já, það er ekki sagan. Skilur þú veist, nei, það hjálpar oft bara. Varst ekki að klára þarna út í Kaupmannahöfn og að fara í fatahönnunina? Ég kalla það svolítið góða að taka svona þessi snörpur skil bara beint yfir í, hvað segir maður, matseldina? Varst ekki innan efa með hvað ætlar að gera eða hvað er langað að verða eða Nei, sko, bara dugðið bara þessi sköpunar útrás í kringum mataræði eða matinn? Já, sko, ég náttúrulega það hefur örugglega hjálpað að ég var að vinna hjá konu sem hét Dóra Einars og við vorum að sauma fyrstu Eurovision búningana í Gleðbankanum, veist, og við vorum búin að vera að gera við sáum búningana fyrir eitthvað leikrit, ég var búin að fá að vinna við að búa til einhverjar vera svona stílisti og búa til eitthvað svona föt og eitthvað fyrir auglýsing, þú veist, ég var búin að pröfa ýmislegt, ég var búin að vinna þessa keppni, þú veist, ég svona og út í Kaupmannahöfn að þá vann ég fyrir mér á námsárunum að því að þú veist, námsláni þá, þau dugðu náttúrulega ekkert og ef að þau þá komu, skilur, það vant alltaf pappirinn, skilur, og maður átti aldrei að foreldra sem að maður var ekki alltaf að senda niður í lánasjó, þannig að ég vann fyrir mér með því að vera hanna og sauma í svona hippabúð var ég hanna og sauma föt og búa til mitt eigið efni og þannig að ég var búin að gera rosalega margt. Já, okay. Ég var búin að fá ótrúlega mikla viðurkenningu og eitthvað, þannig að kannski var ég bara orðin svolítið sött þarna. Skilurðu hvað ég á við? Algjörlega. Þegar ég horfið tilbaka og ég aldrei hugsa út í þetta áður, en kannski bara hjálpaði það mér að snúa við blaðinu, fattaru. Og hefur aldrei fengið leið á því sem þú ert að gera í dag? Nei, minnst það, nei. Þú ert mætt eldsnemma, hvað, 5:30? Að skræla og saksa? Já, og bara... Kaldpressa? Og kaldpressa og, nei, veistu það, ég bara elska þetta. Aha. Já, og og bara þegar sá dagur kemur að ástriðan fer, skiluru, þá bara ger ég eitthvað annað. Og og ég hef áhuga á alls konar, skiluru. Nú hef ég til dæmis nú er ég alltaf heima hjá mér að búa til jógurt úr kókos. Ég er búið til kókosjógurt. Ég er núna alltaf ég er með svona lítið tilrauna eldhús með dóttur minni. Við erum með blogg sem heitir Mæðgurnar og hún er að taka myndir og ég er að gera uppskrift, við erum ótrúlega skemmtilegt og við erum með lítið tilrauna eldhús og til dæmis að gera vegan sörur núna og við erum og svo fengum við svo mikið fyrirspurnir að þú veist að fólk er að vilja kaupa þetta af okkur og sörurnar eru ríkalega góðar. Það var eitthvað svona sörukall sem sagði er þetta vegan? Skilur, og mér finnst það einhvern veginn Sörukallin að það sem ég skipta mestu máli er að ekkert endilegt að hafa einhvern vegan miða. Þetta er bara góður matur úr heiðalegu góður hráefni sem að gleður bragðlaukana þína og þú ert einhvern veginn svona og þið líður vel að því að borða skilur, mér finnst það skipta mestu máli. Algjörlega. Og ekkert endilega að þú veist að það sé krotað eitthvað annað á umbúðirnar, skilur. Sko það fyrir mér finnst það vera svolítið markmiðið að maður getur bara lagt á borð, alveg svo ég gera á Gló. Það er allt vegan á Gló, ef vissið ekki. Nema núna reynda að setja við egg í ketóskál, en annars það bara allt vegan, en þú getur fengið kjúkling sem er foreldaður fyrir mig út í bæ, þannig að ég þarf ekki að vera með hrátt kjöt og þú getur fengið hamborgara
en að öðru leyti það bara ákvað ég bara væri allt og það fólk spáir ekkert í því, þú veist, ég býti vegan majónes og soðinu af kjúklingabaununum, kryddi og eitthvað, þú veist, alveg gamla eitthvað búa til alveg sko fleiri 10 lítra af þessu, þú veist, þetta ekkert mál ef maður kann þetta og ef maður finnst þetta gaman, skilurðu, það er svo margt svona, þetta bara heiðalegu góðu matur og ég kýs að hafa hann þarna því ég hugsa bara að ég ætla að vera smá forsjálf og bara ná að gera hann vel, skilurðu, þannig að þegar Snorri Björns kemur í mat þá þarf hann að geta spá í, þú veist, skilurðu, þetta vegan, þetta hitt, bara, þú veist, bara matur sem að gerir þér vonandi vel, það af vonum sem að þú velur, skilurðu, fattar mig. Algjörlega. Mér finnst þetta vera svo skemmtilegt og þetta svo mikið challenge, að maður alltaf inn í einhver svona litlu boxi að leika sér, skilurðu, stundum öfunda ég alveg að þú veist, fólk sem að nota alls konar fattari. Já, þú erum að setja það svo mikla skorður með matinn sem fólk gengur að vísu þegar það fer á gló. Já. Skil. Og hver eru svona eitthvað, hvað sem gildi? Eða hvað standið þið fyrir? Hvað vilt að fólk fái þegar að labba inn á gló? Að fólk geti næst sig, að fólk hafi efni á að næra sig og að fá góða mat á góðu verði og það tekir stuttan tíma að skella þess á diski hjá þér, þannig að þú sért ekki bara 20 mínútur í kaffipásu í matatíma nei, ég fer bara að köpa mér kókopulsu, skilurðu, þú veist að það sé í raun að veru alveg samkeppni við það að drusla þér inn í búð, hlaupa og ná þér í samlokuna, skilurðu, og gósið og eitthvað og út aftur að það sé svipað tími og þú ferð matinn á diskinn, skilurðu, eða tekur það með þér og ert svo bara komin í vinnuna á sama tíma og sessunutuðinn sem fór eftir einni pullu. Er þetta ekki geggja markmið? Jú, ég bara mjög metnaðarfullt og gott sko. Eru þið þá að henda í umf í staðin fyrir kjúkling? Já, við erum með umf og við erum með umf og fólk getur valið. Umf er fáránlega gott. Finnst þið það ekki? Jú. Ég veit það. Hvað er þetta? Sojabaunir? Já, þetta er búið til úr sojabaunum. Sojabaunirnar eru unnar, þarna kemur nefnilega textillinn inn í, skilurðu. Sojabaunirnar eru unnar á ákveðin hátt, það eru svona forunnar og svo er spunnið úr þeim kjöt að bara búið til í alvörni, búið til svona þráður og svo bara spunnið kjöt, það er eitthvað svona vélar sem að spinna sojabaunir þannig að þeir verða að umbi. Já, þetta er nefnilega sama áferð og á kjúklingi í umfyrum. Já. Það er fárlega gott. Ég vissi hvað ég gerði daginn. Það var ótrúlega gott. Þá var ég bara með kartöflur, svo gerði ég uppstúf, svona lífrænan og ég notaði spelt og hrásykur og möndlumjólk og gerði ótrúlega góðan uppstúf og svo tók ég það til sem heitir salt and smoky ump og svo stekti ég aðeins á pönnu og svo hendi ég þessu onni vegan tartalettu með þessum uppstúf og svo bara grænum baunum og svo lét ég blind testa og þetta er sönnsaga og það var manneskja sem að hélt í alvörni spýtt þessu út þessu og sagði við mig, ertu klikkuð að láta mig borða kjöt? Já, út á umfinu. Já, þannig að sko í dag, þess vegna er svo gaman að lifa í dag því að eins og þú, segjum það bara, nú tökum við þessum dæmi. Þú ert kynslóðin sem er alveg upp á pítsum, hamburgurum, ég veit ekki eins og hvað heiti, nugget eða naggar. Elskar naggar. Ég veit ekki eins og hvað það heitir og hamburgurum og öllu þessu. Þú veist, og þessi kynslóð sem að ekkuðan við þetta, horfir okkur að heimildamind og kýs og að fara einhverja alltaf rátt, oft foreldri sínu til mikillar armæðu, en þetta er svo auðvelt að því þú getur fengið eftirlíkingu af þessu öllu, fattaru. Því að ég borða kannski ekki rosa mikið af svona eftirlíkingar að ég þekki það ekki. Ég byrjaði bara að, ég borðaði aldrei mamma, hún var svo holl, það var aldrei
hangikjöt eða saltkjöt eða bjú, aldrei elda heima hjá mér, skilurðu. Og ef hún bakaði kökur, þá voru þau svona eins og dýramáttur að bragða þessu ríkalega hollar úr einhverjum svona trefjum eða eitthvað, skilurðu. Þú veist, þannig að, þú veist, en ég get ekki miðað við það, þess vegna finnst mér þetta ótrúlega gaman oft að nota þetta hráefni, þú veist, og þá þess vegna þarf ég elska þefa, ég elska þefa og einstaka sinnum hef ég verið að borða eitthvað sem ég borða vanalega ekki, aðeins setja upp í mig til að finna bragði svo ég geti prógramera bragðlökana mína, því hvernig á ég að geta gert eitthvað ef ég hef ekki smakkað það. Já, ok. Fattaru? Þú veist, þannig að, og þú veist, bara möguleikarnir eru endalausir í dag fyrir ykkur kynslóðana sem alin upp á öllu öðru heldur en brokkoli og hirsi, skilurðu? Nagga kynslóðin. Já. Mér finnst einn geggjaður gæi í þessari vegan byltingu. Þetta ekki, sko, til þess að fá það alveg hreint, þetta bylting þessa dagana, með að hvernig það var þegar þú varst að byrja á þessu 1980. Algjörlega. Það bara sprenging í gangi, eða ekki? Algjör. Ok, það komur hreint. Það Rich Roll. Þú hitt hann eða ekki? Jú. Hann geggjaður. Hann æðislegur. Hann nefnilega, og það svona svolítið sæki ég, hvað ég segja, innblástur eða svona lít svolítið upp til þessar mataræði, sko, út frá því að hann ákveður að verða þessi ultra endurance íþróttamæður og að klára, þú veist, 5 Ironman keppnir á 5 dögum og allt það. Og rífur sig út úr alkohólisma og skelfilegu mataræði og bara slæmri heilsu og byrjar að fara að keppa í þessum svona ekstrím keppnum. Þetta ekki einu sinni bara að hlaupa marathon, heldur bara miklu, miklu meira en það. Og hann gerir það allt á plant-based mataræði. Og mér finnst þar einhvern veginn svona maður sem kemur inn og sýnir bara, þetta bara actually gott fyrir þig. Þú ert að gera sjálf þér bara andlega og líkamlega greiða. Mér finnst það eitthvað svona til þess að það allan kveikir í mér að pröfa þetta, að sjá þær ástæður fyrir þessu. Ég gerði það á þeim forsendum. Já, og hann, þú veist, og þess vegna þetta, sérðu Snorri, þú veist, það hefur hver sína nálgunina og Rich Roll, hann æðislegur. Ég einmitt tala alltaf búin að gera síðan, örugglega bara með 10 ár á einhverjum, á einhverju uppákomu út í LA þar sem að ég held fyrirlestur og fæ að kenna, með einmitt, þar hitti ég alveg fullt af svona ógeðslega frægu liði, skiluru, og innan það þá vantilega eitthvað svona plant-based eða vegan event nei, þetta í rauninu, þetta heitir longevity, þetta bara langlífi. Já, ok. Og þar hefur verið mitt Wim Hof kuldagaurinn, og hann krút og Rich Roll, skiluru, og svo eitt sem heitir Dr. Mercola, en þeir eru ekki endilega allir plant-based, þeir eru allir bara með einhvern vinkil inn á mataræði og heilsuna sem að, þú veist, það svona í raun og veru hver með sínar áherslurnar. Og mér finnst bara, þú veist, það var svo geggjað bæði að spjalla hans við Rich Roll og konans að því að þau hafa gefið út matreiðslubók og eru rosalega, þau fara svona all in í að elda líka, skiluru, og bara af því að þau föttuðu að það héldi þeim þarna í staðan fyrir þau væru með enga kokk sem að væri að elda fyrir þau, þá eru þau bara svolítið saman í eldhúsinu, þannig að mataræði verður svo mikið partur af lífstílnu þeirra. Og að heyra, þú veist, ég ennþá þegar maður að lýsa hvernig hann var að byrja, var eitthvað svona tjöppi, eitthvað svona eitthvað, þú veist, og svo bara allt í henni fór hann að hlaupa og svo allt í henni bara var hann búin að hlaupa, þú veist, eitthvað hálft marathon og hann bara, hey, shit, ég gat þetta, eitthvað, fattaru, þú veist, og svo bara fyrir hann að finna hvernig mataræðið hafði áhrif og gaf honum orku og allt þetta og hann, mér finnst það svo frábært að því að þetta hans reynsla, skilur, og hann gerir þetta og þú veist, og alveg svo mín ekki eins sexy en þú veist, ég bara losnaði við annað mig og fekk fullt orku, skilurðu. En það var sama hjá honum. Já. Hann var bara orku lítill og lélugur og fór í 100 daga meðferð, það var orðin svo mikill alkohólisti og ákvað síðan að byrja að gera eitthvað í sínum málum, fór yfir á þetta plant-based mataræði og konan hans talaði að hann þurfti að senda hann út af að hann var svo
orkumikill og fyrirferðarmikill í húsinu og senda hann út bara að hlaupa. Já, hann þurfti að fá einhver útrás. Þurfti að viðrast. Hann þurfti að viðra hann. Já, það gaman að heyra svona sögur af hvernig fólk, ég veit, það ekki endilega að vera plant-based eða vegan, bara hvernig það breytir til hjá sér. Já, til þess betra. Nákvæmlega og finnur bara einhvern veginn og þá einhvern veginn svo óselrátt af flestu af þessu fólki, skilurðu. Þú veist, það breytan hjá þeim, minnst það svo fallegt, þú veist, að jafnan hjá þeim oftast bara, þú veist, að nota hugbreytandi efni í hófi, skilurðu, nota, þú veist, að fá sem mesta næringu út úr matnum, hafa hann hvað hreinastan, vera þá að því að síðan það eitthvað svo, passar það ekki alveg að vera á eitthvað svona lífrænu hreinufæði og sortera ekki rusli sitt, skilur, þú veist, og það sem að sko að þetta svona hangir allt saman á sömu spýtun og maður sér það kannski ekki alveg strax, að því fyrst sér það bara eitthvað svona smá parta spýtun og svo allt í hennu byrtust hún þeir öll og þá sé bara, já, auðvitað hann eitthvað, skilurðu, þú veist, og án þess að það sé kannski verið að því að við þurfum ekki öll að prédika það sama eða gera út af það sama og eins og, mér finnst svo frábært eins og með hann, fyrst við erum að tala hann, að hann svo rosalega mikil fyrirmynd að fólk að fatta að, þú veist, þú þarft ekki að vera á einhverjum gerviprótein duftum til þess að ná árangri, skilurðu, að því það er verið að selja, þú veist, þegar innihaldslýsingarnar þegar ég man alltaf þegar yngri dóttir mín kom heim með eitthvað svona brúsa af einhverju, ég bara, wow, þú veist að ég hef áhuga á að lesa innihaldslýsingar, bara, þú veist, það bara áhugamál og og svo allt þú veist, ég gat kannski hvað tvennt var út af 50. Já, ég veit. Fattaru, og svo einn gaur sem að hann, ég man ekki alveg í augnablikinu hvað hann heitir, en hann mér búin að vera að gefa út skemmtilegar fróðleiksbækur, ég held að nú hann komin aðeins yfir í að gera matreiðslubækur líka og hann segir, ef að amma þín veit ekki hvað þýðir, getur ekki, þú veist, stauta sig fram úr innihaldslýsingunni, hann sagði, þá myndi ég ráðleggja þér að svona fara varlega í það, skilurðu. Svona ágæti stuðmálpötur regla. Já. Mér langar aðeins að vita og það nú ertu svo mikil viðskiptakona líka. Þú ert að reka veitingastaði og er að opna, varst að segja mig frá því, þú varst ár út í Kaupmannahöfn að opna 2 staði. Já. Hvernig er þetta búið að vera? Hvernig er þetta ferli búið að vera og allar þessar bækur og allt svona? Það er svolítið skemmtilegt að þú náður að vera svona skapandi og tvinna viðskiptavit inn í þetta. Já, sko, ég viss, sko, ég náttúrulega byrja rosalega ung að vinna. Ég byrja 5 ára að byrja blöð og þú veist, þetta er partur af því samt. Þú veist, ég 7 ára komið í hverfi, 12 ára sumarið ég að vinna á eitthvað sem heit Skákstofan og ég þurfti að var að hella upp á kaffi og selja kók og skákbækur og ef það kom einhver inn sem vildi búið að leggja hana niður? Já, þetta er svo gott koncept. Þetta var ógeðslega flott koncept og ef þú veist að koma þarna kallar sem elsku að tefla og ef að sko ef það var enginn til að tefla við að þá þurfti ég að tefla við og ég kunni og þeim fannst rosa gaman. Stundu sá ég þeir að ef það voru ekki flinki kíkt á klukka, já hún er ein, ok, fer inn og tefli við hana og náttúrulega rústuð með skák og máti 2 leikjum eitthvað, fattaru og svo var ég að selja blöð og svona fyrsta skipti sem ég fattaði, skiluru, það var að ég var að selja skákblaðið fyrir heimsmeistaramáti hjá Bobby og Fischer og ég var söluhest, skiluru. Og þá svona, þú veist, og þessi viðskipta eitthvað, skiluru, þú veist, það bara, en það var vegna þess að ég var búin að hitta Spassky og sjá Fischer og ég var búin að vera að vinna við að tefla og mér fannst þetta svo merkilegt. Þannig að þá gat ég sagt við fólki, það var í Laugardalshöllinni og ég var að hlaupa og banka í bílna, hei, verður að fá til geðveikt blað, þú veist, og svo keypti fólk bara blaðið, skiluru, þú veist, þannig að viðskiptin hjá mér eru svolítið, þú veist, þau eiga grunni að ég hafi ástríðu
fyrir því sem ég að gera. Ég myndi aldrei geta verið að reyna að selja þér eitthvað sem að mér fyndist ekki, sem að ég myndi ekki elska sjálf eða geta ekki staði fyrir sjálf. Og þar held ég að litla viðskiptakonunni mér að það tvennt. Ég á árunum þar sem að reynslan mín kom, bæði að byrja að snemma að vinna því að ef þú ert með einn fyrirtæki, lærið að bretta upp ermarnar, skilur þú að því að þú ert ekki það, ok, svo ætla ég ráða einhvern til að gera þetta. Nei, þú bara vertu með orku í að gera þetta svolítið sjálfur, skilur og ég kann að vinna og búin að gera það og síðan var ég á samvinnuskólanum á Bifröst, ég var reyndar send þangað því að smá vandri unglingur en við þurfum ekki endilega að ræða það. Stoppum stutt þarna. Já, stoppum stutt við en því ég er búin að vera lengi bara ekki vandri unglingur og síðan skal ég segja þér og þar lærðum við, þetta var svo gamaldags, þá var þetta samvinnuskólinn og maður læra að reka kaupfélag, þannig að það síðast örugglega eitthvað inn í verslunarreikningnum og hagfræðinni og rekstrarhagfræðinni sem ég var að læra þar, þó sem það væri kannski ekki alveg áhugamáli mitt, skiluru maður lærði að setja mjólkina innst og eitthvað svona og búa til eitthvað svona svona auglýsingaskilti, síðan að þá fer ég til Kaupmannahafnar og námslánin svik okkur þannig að ég þurfti allt í einu var ég og fyrrverandi maðurinn minn vorum með eitthvað svona pínu lítið af peningum og það varð að duga þannig að ég lærði að vera rosalega nýtin og eins og upp í Kerlingafjöllum þegar ég var að elda þar síðan eldaði ég þar í nokkuð sumur og svo bara það bara var ekkert ferð 2 á dag, það kom bara rútan kom einu sinni í viku og þú varðst að láta þetta duga og þar hendur þú hendur ekkert köldum kartöflum, nei þú notar í brauði sem varst að baka eða skiluru, þannig að ég hef lært nýtni og ég áns að vera nísk, ég er svona baunateljari per excellence, skiluru og það er svona minn styrkur, ég er svona ástriðafullur, nýtin, baunateljari og og ég einhvern veginn svona, ef að það er eitthvað sem er að gera mér gott, þá finnst mér rosalega leiðilegt að þurfa að sitja á því, þá langar mér náttúrulega segja Snorra vinnu mínum frá því og reyna að fá þig. Ég held að þetta er í raun að vera viðskiptakona Sólveig. Þetta er bara svolítið það. Svo á ég mann, Elli, hann sem er ótrúlega, hann hefði átt að vera arkitekt eða innanhúsarkitekt. Hann hefur rosalega, öll heimilin okkar sem við höfum átt saman, við fluttum okkur sinnum, að þau eru ótrúlega falleg af því hann hefur svo mikið auga fyrir fyrir að hafa fallegt í kringu sig án að þurfa að vera eitthvað dýrt, skiluru. Þann rosalega hugmyndaríkur og skapandi þar og þar kemur hans element inn í eins og þegar við erum að búa til veitingastæðina, ekki það að hann er líka frábær rekstramaður og viðskipt skilur, hann er mjög flottur og flinkur en staðirnir hann hefur rosasterka skoðanir, þetta á að vera svona og hann er alveg og hvaðan kemur hann, spáma svo, hann var alltaf að vinna í kjallaranum í gamla daga og Kókó og kjallaranum eða hvað þetta hét, tískubúðunar og 17, þannig að hans auga þjálfaðist á öðrum stöðum, skiluru, þannig að hann þannig að saman kemur nýtni jákvæði baunateljarinn og gaurinn sem hefur svona útlið, mér finnst hann alltaf bestklæddi maður landsins, það er síðan önnur saga, mér finnst það alltaf töffari, en þá í hnén því síðan, tæpum 20 árum síðar, en það er síðan önnur saga og hann næri að gera allt fallegt, og ég held að þetta, eins og við saman erum alveg mjög fín blanda. Í viðskiptum líka? Já, af því að skiluru, að því við höfum sikkor elementi og síðan er þetta listræn og skapandi mér, ég man,
ógeðslega gaman að gera svona diskana fallega og svona að því að ég lærði að þegar maður var á þessu skrýtna matari svo varst að bjóða vinuðinum í mat skilur og maður einhvern veginn og ég svona þráaðist það verður aldrei verið til dæmis elda kjöt á heimilinu okkar, hann með grill út á svölum að því að mér finnst bara lyktin ekki góð það er allt í lagi, hann rosa sáttu við það en þú veist, og þess vegna þegar ég var að elda þá þurfti ég að láta þetta lúkka af því að fyrsta sem að þú gerðir þegar þú horfir á mat, þú byrjar að borða með augunum þú veist, ef að ég myndi henda bara einhverju, þú veist, ok ég ætla að gera fyrir svona skál úr brokkoli og þessu hinn eitthvað, svo bara hræri ég sig einhvern veginn saman þannig að þetta verður einhvern veginn svona ljósbrúnt gums með einhverju, þú veist, í staðan fyrir þessi svona fallega borið fram fattari og ég held að þarna, ég hef auga þar að meðan hann hefur auga fyrir umhverfinu og saman náum við einhvern veginn að gera eitthvað svona skemmtilegt Samspil margra þátta. Já. Herðu, áður en ég fer að kalla þetta gott, þetta spjall hjá okkur. Hvaða húðflúr eru við með hérna? Ég sé, þú ert með flúraðan arm. Arma núna. Herðu, já, blettitígur komin hérna. Sko, já. Er þetta nýtt? Já, svona til þess að gera. Ég fekk þetta í sumar og svo var ég er ekki ennþá farin að fara í sturtu með Batmanin hérna og gítarinn og þetta. Sko, við fórum þegar yngri dóttir mín var 14 ára, þá voru alla stelpurnar að biðja eitthvað svona að láta gata sig og eitthvað bara í tunguna og bara út allt og lita alls konar. Þú bara, nei, við fyrir í flúr. Já, ég hugsa bara, ég þarf að gera eitthvað, ég þarf að toppa, maður alltaf að vera snið. Þannig þegar var 14, þá sungum við til hamingju ammali, svo réttum við bréf sem var bara þú fætt tattu í ammali. Nei, alvörinni? Já, og við fórum öll, ég, maðurinn minn og eldri dóttir mín og yngri dóttir mín. Fórum öll og létum tattu á okkur eitthvað svona jóka, eitthvað fallegt. Í alvörinni? Já, og öll bara eftir sínu nefi. Síðan eru liðin sko 10 ár og það sem að og Jón Páll tattúgaur, hann er ótrúlega flinkur og hann var að tattúera þarna og ég hugsa bara, ég mig langar ógeðslega til að láta hann tattúera eitthvað tímann á mig, en ég hugsa bara, ég var ekki tilbúin, svo allt í einu vissi ég hvað ég vildi fá blettatíkur af því að ég er rosa jákvæð og góð, en ég er svo mikil svona tígris, ég upplifði mig oft svona sem, ég passa ungana mína, ég passa fólkið mitt, ég passa svona, ég kann að hvæsa líka, finnst það fallegt, og svo er ég með svona blóm og náttúru Íslands sem að hvert og eitt táknar eitthvað af börnunum mínum, stelpunum og barnabörnunum, svo er ég með, er verið að vinna í þessu, eftir að klára, hér er ég með Batman og það er náttúrulega maðurinn minn, og svo á ég ungan svo ég Tengdason sem er í músík og sonur hans líka og þetta er Fender eða Jazzmaster gítarinn sem að þeir uppáhalds þeirra. Þú veist, þannig að þetta er honum bara á handleggin? Og svo veistu hvað Snorri? Svo vakna ég á morgnana og svo er ég þú veist, alveg bara með stýrurnar í augunum, fyrsta sem ég geri, og þetta er satt, fer fyrir frá speilin og ég horfa á flúrið og ég er bara, gott er gott. Ég vil er ánægði með þetta maður. Ekki? Þú dýrkar þetta. Ég elska þetta. Herðu, Sola, þú ert svo jákvæð og hress og kátt og full af lífsins speki og vorum að ræða áður en byrjum að taka upp að það snýst að safna svona leynitrykkum þessi vegferð sem lífið er. Já. Hvaða ráð viltu henda út til fólksins sem er að hlusta? Hvað getur Sola og Gló kent okkur sem tengist ekki endilega hversu mikið brokkoli maður á að borða eða hvernig maður á að elda það? Ég skal segja, hvað hefur þú lært? Sko, uppáhaldsráðið mitt er í staðan fyrir að segja vandamál, að segja challenge, þú veist, bara ok, og í staðan fyrir ef eitthvað gerist, bara hvað getur þetta átt að kenna mér, skilur, breyta alltaf formyrkjunum, skilur, alltaf að snúa því, af því að
eins og einhver góður maður sagði, allt sem þú veitir athygli vex og dafnar og það alveg sama hvað það þú veist, ef þú ert pirraður og ert eitthvað bara svona, það verður ennþá pirraðri, skilur ég held að þetta skiptir rosalega miklu máli og þetta alveg yfirdrifið nóg að reyna að praktisera í umferðinni og bara, þú veist, í lífinu sínu, skilur þú veist. Þannig hvernig maður horfir á hlutina og tekla. Já, horfa, veistu hvað? Þú veist, á morgnana, þú veist, bara ímyndaði þér, ok, í dag ætla ég að pússa glerugum mín, þú veist, með einhver svona góðri pússu. Þú veist, að því að það gerist alltaf alls konar. Ef maður einhvern veginn að láta hlutina ná sér eða ástandið, þú veist, ég held að það svo, að því allt líður hjá. Það kemur alltaf nýr dagur, það líður alltaf allt hjá. Og ég elska það. Þá ámaður mikið meiri orku í að takast á við hlutina heldur en að láta hlutina éta sig upp og bara enda í kvíða og einhverju þó svo að þú veist, auðvitað verði í kvíðin og allt það en það ekki það sem ég að meina heldur bara breyta formyrkjunum og setja svona plús fyrir framann án þess að þú veist ég sé eitthvað soljana skilur við? Soljana Fattar mig? Algjörlega, þetta fallegu boðskapur Sola á gló, sola á grænum kosti Soljana eða bara Sola Sólu Eiríksdóttir, takk kærlega fyrir að koma hingað í spjall og segja okkur söguna á bakvið hvernig þú endaðir sem besti hráfæðiskokkur heims og bara frá öllum þeim hlutum sem þú hefur lent í og lært af. Þetta búið að vera ótrúlega skemmtilegt að spjalla við þig. Takk kærlega. Takk Snorri, takk. Gangi vel. Sömuleiðis.